Þessi þáttur í boði upplýsingatækni fyrirtækisins Origo en á netverslun.is finnur þú allar upplýsingar nýju Sony sjónvörpin sem leysa af myndlykla landsins. Á komin tími til. Hafsteinn Ægir Geirsson einn albesti hjólar landsins og gestur þáttarins. Hann hefur unnið Bláa Lónsþrautina í fjallahjólreiðum 11 sinnum og sömuleiðis margfaldur Íslandsmeistari í götuhjólreiðum. Götuhjólreiðar eru reysirar í rauninni. Þetta og fleira læriði í þessum þætti. Ekki nóg með að ná langt í hjólreiðum hefur hann farið á 2 ólympíuleika í allt annar íþrótt, siglingum. Hafsteinn segir okkur frá því hvernig hann fann sig í siglingunum sem ungur strákur, hætti í menntaskóla eftir lítinn stuðning frá skólastjóra, flutti til Suður Frakklands, keppti á 2 ólympíuleikum áður en hann yfirgaf íþróttina til að gerast Íslandsmeistari í annarri. Skiptin á milli íþrótta eiga við einhver rök að styðjast þar sem hann tók með sér mikinn styrk í löppum, þrautseigju og brjálað keppnisskap með sér á milli íþrótta. Á aha.is getur þú pantað mat frá veitingastöðum ásamt matvörum frá Netto. Það þýðir að þú getur bæði klárað innkaupin í AHA appinu og pantaði mat frá yfir 100 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu og fengið sent heim upp að dyrum af bílaflota AHA sem 100% rafmagnaður. Enda þetta umhverfisvæn netverslun. Nýja AHA appið býður meira að segja upp á raddleit til að leita uppi matvörur í körfuna á mettíma ásamt því að þú getur fylgst með stöðu pöntunarinnar þinnar þar inni. Kíktu á aha.is eða sagtu þér AHA appið og þar getur þú séð lista yfir tilboð dagsins og fjölbreytt gjafabréf fyrir upplifunum á Íslandi, hótelgistingar, út að borða, dekur og fleira. Þetta mjög einfaldlega að setja upp hjá þeim, þið bara skrollið yfir tilboðin og sjáur hvað bestu verðin eru og sjálfsög ferða eftir því hvað pantið en von bráðar þetta komið heimtíðin á rafmagnsbíl. Talandi við hjólara. Það hefur aldrei verið auðveldara að tryggja rafhjólið, rafmagnslaupahjólið eða rafmagnsvespuna. Hjá TM ferðu einfaldlega inn á tm.is og nýtur aðstoðar rafræns ráðgjafa sem bæði ódýrasta og einfaldasta leiðin til að kaupa tryggingu. Þú ert ekki að óska eftir tilboði, þú sérð verðið strax. Þú þarft ekki að mæta á staðinn og þú ert ekki að bíða í röð, þú einfaldlega græjar málið á tm.is og hendið þér rakleiðis út að hjóla. Toppur framleiddur samkvæmt ýtrustu gæðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, þá gerir það vel. Ný vörulína af Topp í dós samanstendur af 3 bragðtegundum, án bragðefna, epla og límónu og sítrónubræði. Ég elska eplatoppinn, svo ég ætla að gefa honum mitt atkvæði þegar þú stendur fyrir framan kælinn og ákveður hvaða rútu af topp þú ætlar að setja í körfuna hjá þér. Svo það hinnar ljúfu, hollu, góðu og sjálfsögðu lífrænu freistingar frá Rapunzel sem fylgja þér inn í sumarið. Dökkt súkkulaði, vegan kókosstykki, kókosmöndlu döðlu eða súkkulaði, hesil, netu, smyrjurnar einungis brot af freistingavöruúrvali Rapunzel. En það bjóða sjálfsögðu upp á hefðbundnar heilsuvörur eins og músli, havra, baunir og fleira gott. Allt lífrænt og allt frá Rapunzel. Þá komið að Hafsteini Ægi, verulega skemmtileg spjall við hann og ég vona að þið njótið vel. Hafsteinn Ægir Geirsson, verður velkomin. Takk fyrir það. Hvernig hefur það? Bara mjög gott. Ekki? Jú. Þú ert mættur true to character eins og þau segja. Þokkalega hjólalegur. Kom bara á hjóli. Já, komst á hjóli og í hvað kallar maður skóna? Klipp? Nei. Ég bara smelliskór. Smelliskór, ok, já, íslenska orðið það, smelliskór. Það nefnilega, ég hef aldrei hjólað á hjóli í venjulegum petulum. Sem sagt, það alltaf smellur. Ég hef alltaf verið með smellur og þegar ég byrja að hjóla þá eru svona táklemmur og síðan þá hef ég alltaf hjólað með smellur. Táklemmur? Með svona bandi sem maður strekkti. Já, ok. En þetta ekki miklu hættulegra? Smellurnar? Já. Nei, ég meina táklemmurnar eru miklu hættulegra. Þú festir þær og þá ertu bara fastur í hjólinu. Já, ég var að raun að meina táklemmurnar og clip-on smellurnar heldur en að vera laus á petrólunum eins og í gamla daga. Bara á trekk 800 hjólinu eru bara laus. Ég veit það ekki, ég hef ekki pröfað. Já, ég hugsa alltaf að maður dettur að vera það með fasta fæturnar. Þú getur dottið og ég hef alveg dottið og meira þess að nýlega, þú veist maður bara lendir í einhverju aðstöðu þar sem maður dettur á hliðina. Og að sjálfsögðu þegar það gerist, þá gerist það þegar það er fullt af fólki í kring. Eina leiðin. Já. Herðu, til þess að fara aðeins yfir þú varst að segja mér svolítið góða sögu, ég ætla bara að neyða til þess að segja hana aftur, til þess að lýsa aðeins þínum karakter. Já. Þú, eins og svo margir aðrir Íslendingar, fóst í bólusetningu dag. Já. Og fékkst hið merkaefni Janssen. Já. Og hvað? Og daginn eftir, ég fekk Janssen klukkan 9 morgun á þriðjudagsmorgni og svo náttúrulega skelltu okkur í cyclathonið. Daginn eftir start klukkan 7 kvöldið og mér leiðir alveg þokkalega sko. Og cyclathon er náttúrulega bara hringurinn í kringum landið. Já, hringurinn í kringum landið og það við erum 8 í liði og við vorum með lið sem var hét Ljósið
sem að bara verið að vekja athygli á ljósinu sem endurhæfinga miðstöð fyrir krabbameinssjúklinga. En allavega ég tek keyrslu númer 2 sem að byrjar inn í Kjós og eftir svona 3 mínútur áttaði mig á því að ég væri veikur og ég hugsaði þá að ég væri eiginlega í svolítið vondum málum. Eftir svona korter fór ég að veifa bílnum og ekkert gerist, engin bíl kemur því ég vissi bara að ég væri það bil að fara bara að líði yfir mig. Ég áttaði mig á því á leiðinu brekk og 75 km hraða að ég bara sæi ekkert almennilega og var bara einhvern veginn svona bara ekki með 100% fókus. Þannig að ég veifa og bílinn kemur aldrei. En svo frétti ég eftir á að bílinn sem var næst okkur, sem var annað lið, þeir hringja í bílinn okkar og segja, Haffi eitthvað að veifa? Og þeir í bílnum segja, nei, Haffi hann veifar aldrei og skella á bílinn. Þannig að þetta kannski svona, ég sé ekki svona svolítið pínlítið lýsandi fyrir mig að ég gefst ekkert upp. Og þetta svona, ég held að þetta sé það sem að mitt orðspor, að ég ekkert að gefast upp, ég ekkert að veifa. Nei, Haffi hann veifar aldrei, sko. En ég var klárlega að drepast að veifa, sko. Og liðsfélaginn trúðu bara ekki upp á þig að það væri eitthvað? Nei, þeir bara trúðu ekki. En þú ert þá að tala um að þú ert að veifa, þá eru þeir með einhvern trukk þarna og geta þá skiptir út af þeir að hjóla sem lið hringinn í kringum landið og þá ert þú að veifa til þess að bara kastin handklæðinu, bara ég þarf að komast af hjólinu. Það bara svo leið, sko. Og þeir bara, nei, hann fyrir ekkert af hjólinu. Það bara svo leið. En ég var alveg klárlega að drepast, sko. Og endaði náttúrulega þannig að ég var að fara heim úr keppninni út af því ég var bara veikur. Bara algjörlega forveikur. En þú vissir alveg hvað stendi? Þú vissir alveg að fólk var veikt af þessum sprautum? Já, ég meina að það voru nokkur í öðrum liðum sem voru í Janssen og slupp alveg, sko. Þannig að þetta er bara, þetta er bara lott og vinningur. Ég er bara með gott ánæmiskerfi og Hinn er ekki, ekki segja það bara. Ég spurði þig í síðustu viku þegar við hittumst í myndatöku að hvernig þú komst inn í hjólreiðarnar, hvernig byrjar í hjólreiðan og þú bara, nei, fyrir ekki, ég sagði hvernig byrjar í siglingunum og þú bara, nei, stóra spurningin er hvernig ég byrjaði í hjólreiðanum. Þú ert náttúrulega ólympíufari í siglingum. Já. Og ég þarf náttúrulega að fá það til þess að útskýra eins hvað siglingarnar eru og síðan endaru á því að ná svipað langt eða virkilega langt í allt annari íþrótt sem eru hjólreiðarnar og þú ert mættur fyrir fram með sem hjólreiðamaður en þú lítur á því að þú hafir aldrei hætt í siglingunum heldur. Hvað eru siglingar og af hverju byrjaru í siglingum? Sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega bjó ég í Skerjafirði og bjó við sjóin og sjórin hefur bara alltaf heillað mig. Við vorum bara alltaf niður í fjöru þegar ég var krakki að búa til einhverja fleka. Ég er svo sem kannski ekki að mæla með því að krakka sér að búa til fleka í dag en við vorum bara eitthvað að djöflast í fjörunni og síðan náttúrulega bara löpuðum við út í Nauthólsvík svona um 8 ára aldurinn og kynntum starfsemin sem er þar í Siglunesi. Þetta var samt að reyndar, ég fer í Frostaskjóla á okkar leikjarnámskeið og leikjarnámskeið fer í Nauthólsvík í heimsókn á einhverja árabáta og trillu sem var þar og það var svona það sem að var til þess að ég skráði mig bara siglingarnámskeið í Siglunesi. Þetta var svona, 1988 eða 89, ég er ekki alveg klár hvernig það var. Og þarna verið bara byrjaði minn siglingaferill og þetta bara heillaði mig alveg upp úr skónum. Þetta svona hendaði mér, ég var búinn að reyna fótbolta og handbolta og körfubolta, mér fannst það bara ekkert skemmtilegt. Svona, ég þurfti að vera partur af einhverju liði, þarna gæti ég bara verið einn út á sjó að sigla. Og svo náttúrulega bara þróaðist þetta siglingarna þróaðist yfir í það að ég fór að keppa í þessu, náttúrulega bara fyrst á Íslandi og svo hvenær var það 1998 þá var mér boðið á heimsmeistaramóti í Dubai. Hvernig mann er boðið á heimsmeistaramóti í Dubai? Siglingasambandi Íslands fekk bara sæti fyrir 2 á þessu heimsmeistaramóti og okkur er boðið út þá voru uppihald og keppnisgjöld borguð og það var ákveðið að slá til nema ég fekk ekki frí í skólan. Ég var í borgarhaldsskóla og ég labbaði upp til skólastjórans spyr hvort ég geti fengið frí, þetta var í mars spyr hvort ég geti fengið frí að fara á heimsmeistaramót í Dubai í siglingum og skólastjórinn sagði nei og
ég horfði á hann í smástund, hugsaði mig og sagði, heyrðu, ok, ég þá hættur í skólan og fór til Dubai. Vorum í 2 vikur í Dubai að keppa heimsmeistaramóti. Þetta var náttúrulega kannski árangurinn svona, hann var ekkert eitthvað sérstakur, en þarna í raun og veru kynntist ég siglingum sem svona afreks íþrótt og kynntist fólki sem hjálpaði mér að komast, hvað maður að segja, í æfingabúður í Frakklandi hjá fyrirtæki sem að sérhæði sig í að taka svona smærri þjóðir og smala þeim saman í hóp og búa til æfingahóp. Og þetta þá upphafið af bara þínum atvinnu íþróttamannaferli? Já, þarna ég kem heim bara þarna 98 eftir Dubai og var alltaf alveg mjög peppaður í að gera bara eitthvað meira og siglingasambandi í raun og veru líka. Það kom hugmynd upp um það á þingi, siglingaþingi, ég man ekki hvort það var 98 eða 99 að reyna að stefna ólympíuleika 2008 í siglingum. Og það þótti frekar djarft að þetta væri 9 ára að koma einhverjum á það level að hann kemist ólympíuleika. Og ég man að ég hugsaði, og ég man ekki hvort ég sagði það, en af hverju stefnuðu ekki bara ólympíuleikana 2000 eða 2004 og það var náttúrulega bara hlegið að því, en svo endaði þannig að það var eitt þarna hjá siglingasambandin sem var bara duglegur, hann var bara ákveðinn, hann kom mér inn á ólympíuleikana árið 2000. Við fengum náttúrulega wildcard til þess að komast inn á ólympíuleikana, eða við fengum frípass inn á ólympíuleikana. Bara sem einhver smáþjóð þá? Já, bara sem, við vorum bara að reyna að koma okkur á eitthvað stall í siglingum. Og þarna í raun og veru, komumst við inn á ólympíuleikana og við fórum náttúrulega inn á þessa ólympíuleika bara svona eins og Jamaica inn á ólympíuleikana í bobsleiða íþrótt. Við erum í raun og veru, Ísland kannski ekki beint hendugasta þjóðum til þess að stunda siglingar. Það kalt hérna á veturnar og það bara hættulegt í raun og veru að sigla á veturnar. Þannig að við vorum ekki framalega og við vorum ansi aftarlega á þessum ólympíuleikum. En þarna í raun og veru lögðu grunninn að næstu ólympíuleikum og ég komst þarna inn í þetta fyrirtæki í Suður-Frakklandi sem að hjálpaði mér að verða atvinnumaður. Það kannski ég var ekki að fá tekjur út af siglingarnar, en ég náði að lifa á þessu svona sirkabát. Þannig að ég raun og veru bara árið 2000 eftir veturinn 2001 sennilega, þá fór ég bara til Frakklands og var þar í 4 ár að sigla. Einmitt, og þegar ég segi atvinnumaður, það einmitt, það kannski þá sem maður segja að fá að borga fyrir það sem maður að gera, en ég var meira líka kannski að vísi það að þú hættir þetta í menntaskólanum og þú fer ekkert aftur. Þarna ertu byrjaður bara í siglingunum, þarna ertu orðinn íþróttamaður. Já, þarna var ég bara íþróttamaður og þeir raun og veru þá var þetta bara, ég tók bara ákvörðun að þetta væri tækifæri sem ég vildi ekki sleppa og ég kannski sé pínlítið eftir í dag að kannski hafa ekki drifið mig aftur í nám. Ég fór í eitthvað fjarnám eitthvað tíman að læra næringafræði, aðalega vegna sem ég langaði bara að vita meira næringu. Þannig að ég hefði alveg viljað vera áfram í einhverjum skóla og læra eitthvað, en það hins vegar þannig að með mjög marga afreks íþróttamenn, ekki alla, en ég bara fitta ekki inn í þennan skólaramma, þennan skólakassa sem maður alltaf verið að tala um. Ég á erfitt með að læra, ég á erfitt með að lesa, erfitt með að skrifa, ég bara les og skrifblindur. Þannig að það hendaði mér mjög ágætlega að vera bara íþróttamaður. En þú samt, þú eins og þú talar það hendaði þér ekki að fara í körfubolta, fótbolta, svona þessa hefðbundnu íþróttir og þú fer þarna í íshokkí líka, eða ekki? Jú, ég fór í íshokkí, hvenær var það? Ætlaði ekki verið 1990-91, var það í örugglega 4 eða 5 ár. Þannig þú ert að velja þér svolítið svona jaðar íþróttir, þú ert svolítið á skjön við bara svona hefðbundnu leið. Íshokkí var náttúrulega skemmtilegt að því leytinu til að það var svona smá adrenalín í því, það mátti aðeins koma við andstæðingin. Smá útrás, mér vantar þessa útrás, það er svona kannski partur af
iðkun minni, það útrásinn sko. En ég var bara að velja einhverjum tímapunkti, siglingar eða íshokkí, og íshokkí var pínlítið ströggl á þessum tíma út af því að það var ekki yfirbyggt svell, það er langt síðan, en það var úti svell, en æfingarna voru svona frekar ef það var rigning og heitt, þá var ekki æfing, en það var ekki alltaf að æfa, en það var pínu erfitt upp á það að gera. Þannig að siglingarnar hentuðu betur? Já, bara, mér fannst bara ég veit ekki, ég bara stóla á sjálfa með þar og mér fannst það heillandi að vera bara ef að mér gekk illa þá var það mér að kenna ef mér gekk vel þá gat ég hrósa sjálfum mér gat verið stoltur af sjálfum mér það er ekki bara svoleiðis. En það er náttúrulega þá ertu tilbúin til þess að taka bara mjög mikla ábyrgð og svona standa og falla með bara eigin framistuð. Það er bara svoleiðis að ég vil það frekar heldur en að geta kent einhverjum öðrum það er eins og til dæmis bara þegar ég var að sigla og í hjólreiðunum, ég hef aldrei leyft neinum að laga neitt í kringum báti minni eða hjóli mitt út af því að ef eitthvað bílar þá vil ég geta kent sjálfum mér ég vil ekki geta bent á eitthvað þetta er þér að kenna þetta er bara ég sem að klúðra þessu það er engin annar sem að stilti gíruna villist á hjólunum mín eða batt eitthvað spotta villist á bátnum mín það er bara ég sem klúðraði því. Einmitt, og þá er þess vegna endaru bara í einstaklingsíþrótt ég meina, ertu þá ekki að útiloka bara ertu þá ekki að króa þig sjálfan af eða? Getur það ekki verið einhver tendans til þess? Nei, mér finnst reyndar ágætt að vera einn það er hendað mér ágætlega í hjólreiðunum að einmitt setja eitthvað gott podcast í eyrun og hjólabord í buskan en mér finnst alveg frábært að hjóla með öðrum og mér finnst frábært að sigla með öðrum eða ég hef líka siglt á stórum skútum með fullt af fólki og mér finnst það mjög gaman að öskra fólk á skútum að láta fólk gera eitthvað sko. En ég hef yfirleitt alltaf verið skipstjórinn þannig að ég hef getað kennt sjálfum mér eitthvað sem hefur farið úrskeiðis. En þetta fer þá ekkert út í það að þú, ég er bara svona að hugsa hvar þú dregur línuna og vilja kannski ekki vera með þjálfara út af þú vilt prógrama sjálfur og þegar að því kemur þá getur þú kennt þér ef að þú prógramar ekki nóg. Nei, það er alls ekki þannig þetta er ekki kannski svo djúpt þetta er kannski eitthvað sem er bara fest svolítið í haustum á mér að vera sjálfstæður í mínu sporti að geta bara stóla á sjálfa mig. Ég hef alveg verið með þjálfari í hjólreiðum og að sjálfsögðu í siglingum, ég hef verið með bestu þjálfari í heimi í siglingum og ég var meira sem með mann frá Pólandi sem þjálfaði mig í siglingum, hann kom tíma og sagði, ég get ekki þjálfað þig, ég kemst ekki inn í hausina þér og ég ekkert mál, það er bara flott. Svo fekk ég þjálfara frá Írlandi sem var allt öðruvísi, við fórum á barinn og horfum á fótboltaleik og þetta var svona miklu chillaðara andrúmsloft og árangur minn rauk upp þá, hann var miklu verri þjálfari en hann þjálfaði mig betur, það hendaði mig bara betur. Já, einmitt. Komst ekki inn í hausinu þar, hvað heldur hann að átt við þar? Ég veit það ekki, það er bara úr að spyrja hann. Í hverju ertu að keppa þarna, siglingum? Hvað snýst þetta? Þetta er raun og veru bara braut sem er lögð, þetta er bara baujur sem eru lagðar út á sjó og kannski vandamáli við siglingar er að breyturnar eru endalausar og það er mikill vindur, það er lítill vindur, það er breytilegur vindur og síðan koma mismöndi öldutýpur þannig að það er svona veðrið er rosalega mikilvægt í siglingum að kunna á það að kunna á þú veist að stilla bátinn eftir veðri og veðri getur breyst alveg bara stanslust þannig að hraðinn á bátnum veltur svolítið á því hvernig þú getur lesið aðstæður Og hverju er þú þó að breyta í taktu veðri? Það er bara segl eða hvað? Já, bara þegar að flugvél kemur inn til lendingar þá horfur á vænginn, hann breytist þetta er bara sama í siglingu, þegar báturinn fyrir hraðar þá þarf að breyta seglun þegar vindurinn verður meiri þá þarf að breyta seglun þá þarf að minni kraft til þess að komast hraðar áfram þetta er bara alls konar pælingar þetta er raun og veru bara, þetta er bara braut sem sett út, það er startlína þessar 2 baujur og startbátur og það er bara lína, ímynduð lína og þú mátt ekki fara yfir þessa línu það er sérst 5 mínútna merki gefið og síðan er 4 mínútur og 1 mínúta og þegar 1 mínúta eftir þá mátt ekki fara yfir línuna þú þarfst að vera eins nálægt línuna hægt er sem er kannski svolítið erfitt í siglingum þar sem að bátarnir er ekki með neina bremsu þú þarfst að passa að vera á réttum stað á línunni
Ég sá að í Ólympíuleikunum 2000 þá rakstu utan í eitthvað og þurftu þá að taka út refsingu, getur það ekki verið? Jú, Hvernig virkar það? Það er raunar mjög þykk reglubók sem að fylgi siglingum. Já, það getur eftir ímynda mér. Og það er kannski bara svona einfaldasta reglan eða stjórnborð og bakborði. Stjórnborðið er hægra megin og bakborðið vinstra megin sem að flesti læra strax. Og sá sem er á stjórnborðstakki eða stjórnborðsháls, hann er rétti. Það er svona einfaldasta reglan. Svo er alls konar flækjureglur í kringum það. En ef ég rekst á bát sem að ef ég er á bakborða og hinn báturinn er á stjórnborða, þá þarf ég að taka út refsingu. Og ef ég tek ekki út refsinguna, þá þarf ég að fara fyrir dómara í landi og útskýra mál mitt frekar. Og það getur verið að þetta er raun og veru bara eins og dómstóll í landi. En ef ég tek út refsingunum minn út á braut, þá er bara 2 hringir í kringum sjálfa mig. Og svo held ég bara áfram. Og þú þarft í raunin að meta þarna, tekið út refsinguna, bara var þetta skýrt brot, finnst mér það, eða ætla ég að taka áhættuna og fara fyrir dómstóla í landi? Það er bara svoleiðis. Og það er ég hef lent í atviki þar sem að ég lent á móti dómara í dómsal í landi. Ég var ósammála dómi út á sjó og reifst við dómaran og endaði á því, kannski ekki að segja frá því en ég endaði á því að kasta vatnsflösku í áttina á hann og í siglingum þá mátti ekki hreyfa bátinn of mikið, þú mátti ekki búa til kraft með því að nota líkamann og ég var sakaður það 2 sinnum í þessari keppni að nota líkamann til þess að búa til hraða þess að búa til kraft og þeir sjá náttúrulega bara bátinn hreyfast en þeir koma dómarbátinn fram á mér, búa til öldur og bátinn fyrir hreyfast og gefa mér refsingu og þá var önnur refsingin þennan dag, þá er ég dæmdur úr keppni og ég var mjög reiður og reifst við þá og þetta var 2003, ég var á Möltu á smáþjóðleikum og ég þurfti að koma fyrir dóm í landi daginn eftir þegar ég fekk bara blað upp á upplýsingatöflu að ég væri kallaður inn fyrir dómara og það átti að dæma mig úr mótinu, ég var að keppa verðlaunasæti á þessum móti, þessum smáþjóðleikum og þá átti að senda bréf inn til Ólympíunefndarinnar og banna mig frá Ólympíuleikunum líka. Þannig að ég var eiginlega í svolítið vondum málum þarna. Ég man að farstjóri minn, hann var náttúrulega að pissa á sig úr stressi, en ég fór bara svalur inn á þennan fund, baðst afsökunar, kláraði málið eins og ég vanur að gera yfirleitt, bara klára þetta, allir hressir og með þess að dómarinn sem að ég kastaði vatnsflöskunni, við erum góði vinir og hann hjálpaði mig mikið í framtíðinni Ólympíu árið þá var hann mikið að hjálpa mig með alls konar mál að koma alltaf til mín og spurði hvort það var eitthvað sem hann geti aðstofa mig með en ég slapp ótrúlega vel frá þessu, ég fekk bara áminningu og allir hressir. Ok, þannig að það var ekki komið í vekk fyrir næstu Ólympíuleika í höður? Nei, það munaði litlu. En ertu þarna komin til Suður-Frakklands og byrjaði að ræfa þar? Þarna er ég komin, já, þetta er 2003, þetta er þarna er ég bara raun og veru bara keppa fyrir Ísland á smáþjóðleikum og næ raun og veru þessum smáþjóðleikum fyrstu medalíu í siglingum á erlendri grundu. Segðu mér bara hvað þetta sport er statt í bara augum þjóðarinnar, ég meina þú ert þarna að keppa á Ólympíuleikum í siglingum er einhver umfjöllun þetta, veit fólk af þér, voru Íslendingar að fylgjast með sínum eina manni í siglingum á Ólympíuleikunum? Ég veit það ekki alveg en siglingar myndu flokkast sem svona underground sport og eins og mörg önnur sport sem eru stór erlendis, siglingar eru gríðarlega stórar í Frakklandi, í Danmörku, bara allstæðir kringum okkur og mjög þekktar og mjög margir þekktir íþróttamenn í þessum löndum sem hafa verið að sigla á Ólympíuleikum með annað en á Íslandi ég veit ekki hvort að það sé hægt að segja að það eru margar íþróttir sem að verða svona innan gæsalappa underground sport út af því að það er bara ekki fjallað það í fjölmiðlum hvort sem það samböndunum að kenna eða íþróttafréttamönnum en siglingar fengu ekki mikla umfjöllun og hafa aldrei fengið þannig að ég veit ekki hvort að þjóðin viti almennilega hvað siglingar eru sem keppnisíþrótt. En þú þarna upplifað sem Ólympíu íþróttamann þú ert í Suður-Frakklandi sigla á sjónum, mér finnst það hljóma bara mjög töff og skemmtilegt hvernig varst þú að upplifa þetta? Þú ert þarna búin að yfirgefa menntaskólan, ákveða bara að reyna fyrir feril í siglingum hvernig ert þú að fíla þig?
fyrst þegar ég kom til Frakklands bara fyrsta skipti sem ég kom til Frakklands þá var ég náttúrulega í litlum smábæ í Suður Frakklandi, þar sem enginn talaði ensku og Þeir hata að tala ensku? Þeir bara hata að tala ensku sko, og þeir eru eiginlega vísaðir út af veitingastöðum eða þú getur ekki talað frönsku þannig að þetta var svona pínu ströggl fyrst og þetta var svona pínu sjokk en alveg ótrúlega gott fyrir mig að fara út úr þessum þægendaramma sem ég var alltaf í sko. Sem var á Íslandi þá? Já, bara veist ég bara liði bara mjög einföldu lífi í raun og veru sko. Veist, það ég þurfti aldrei að tala útlensku og ég talaði bara íslensku og þarna var ég bara alltaf komin eitthvert allt annað í lífinu sko. Fyrst var þetta pínu erfitt en svo fór ég að kunna meta þetta alltaf meira og meira hvað þetta var æðislegt en svo þegar fyrir að líða á þá var þetta bara orðið vinna og sportið mitt sem að ég elskaði, það var bara allt í einu ég bara allt í einu varð að gera þetta ég varð bara allt í einu að fara út á sjó ég varð bara að fara í líkansrækt og það var einhver annað sem sagði mér að gera þetta og já, það var einhvern veginn sem ég fílaði ekki alveg sko. Það var svona það truflaði mig pínlítið í lokin og svo náttúrulega að sjálfsögja á sama tíma að ég átti enga peninga þetta var bara dýrt siglingasambandi setti alla sína peninga í þetta ég setti alla mína peninga í þetta og ég fekk marga í kringum til þess að setja auri í þetta líka en samt dugði það ekki til sko. Þetta bara þegar þú ert farin að hugsa það og þú ert ekki farin að leggja neitt til í framtíðina þá verður þetta kannski ekki ég ætla ekki að segja að það hefur verið leiðilegt en það var orðið íþyngjandi að vera í þessu það svona bara eftir Ólympíuleikana 2004 þá bara í raun og veru ákveði bara hætta þessu alveg bara komið nóg að siglingum ekki kannski ekki alveg nóg að því en bara ég að þessu lífi sko, þetta var bara, þessi kaplið var bara búinn sko. Og þú talaður teiprúlan og serióspakkin já, það var einmitt þetta var oft orðið þannig að ég segi oft þannig að þetta var ég að kaupa teip til þess að laga segl eða serióspakka og oft keypti ég bara teiprúluna til þess að laga segli svo ég geti haldið áfram sko og fekk svo bara eitthvað að borða sem ég vissi ekki alveg hvað var sko. Þannig að þegar þú ert að tala um einhver tíma í Suður Frakklandi að sigla á sjónum þá var það nú alveg þokkalegt hark þú varst ekki að lifa í hvað segir maður, þú varst ekki að búa á fínu villónum í Suður Frakklandi þarna? Nei, alls ekki, ég var pínulítill eyju þar sem var ekkert í gangi á veturnar en það var alveg það var svona, þetta var gaman og þegar ég voru tilbaka þá var þetta alveg geggjað sko en þegar þetta var í gangi þá var alveg oft svona það var oft ströggl, þetta var alveg svona já, erfitt, mér langaði oft heim ég átti alveg til bara að fara heim sko ég bara gati þetta ekki meir sko var það bara heima í smá tíma og fór svo aftur út og þú ert þarna á 30-aldri eða ekki? Þarna ég, ég fer út þegar ég 20 og kem heim þegar ég 24 ára eftir Aþenu ok, og þarna ertu aðeins byrjar að fikta á hjólið eða ekki? Já, sko, þetta byrjar eiginlega þannig í Frakklandi að það náttúrulega þegar þú ert atvinnumaður í íþróttum þá nægur tími til þess að gera annað líka þú ert í raun og veru ekki allan daginn að þannig að ég las mikið af bókum og ég fekk í hendurnar bókina sem Lance skrifaði It's not about the bike krabbameins meðferðinans og allt í kringum það og ég heillaðist bara hjólurum eftir það alveg bara var í Suður Frakklandi túrin í gangi og þá bara fór einhvern veginn svona hjóla áhugin hvað segir mér að magnast ég hef alltaf verið á hjóli og alltaf leikið mér á hjóli og haft áhuga á hjólurum bara sem svona bara skemmtun en þarna fór ég að hugsa hjólir allt öðru sí og notaði hjólir rosalega mikið í Frakklandi til þess að svona opna staðin sem ég var á kíkja á aðra staði sem ég hef aldrei séð í Suður Frakklandi skoða einhverjar brekkur og hjóla einhverjar leiðir og keyrðum alltaf sömu götuna en þegar ég var á hjólinu þá var ég búin að skanna svæðið á 3 mánuðum sem ég hef ekki séð á 3 árum sko. Þannig að hjóli opnaði alls konar möguleika og gerði það verkum að mér leið töluvert betur að vera þarna þetta varð miklu betra að vera þarna ekki það, mér leið eitthvað illa það má ekki kannski taka því þannig, mér leið ágætlega þarna sko. En
ertu vel þjálfaður sem siglingamaður, sem sagt bara líkamlega, ertu í góðu formi? Hvernig góður siglingamaður byggður eða hver hann styrklegur? Sko, báturinn sem ég valdi erfiðasti báturinn til þess að sigla. Bæði út af því að... Já, líkamlega. Bæði út af því að hann gömul hönnun. Báturinn í dag, ég veit ekki, þetta 60 ára gömul hönnun, hann bara svona aðeins breyst. Þetta bara Ólympíuklassi og þeir vilja ekkert breyta hann. Þetta bara auðvelt að hafa þennan klassa. Þannig að hann erfiður líkamlega. Það mjög erfitt að sigla þessu bát. Þú þarft að kannast eflaust flesti við það að taka 90 gráður upp í vegg. Þetta raunur bara það sem við vorum að gera pluss toga í bönd. Okay. Þannig að 90 gráður upp í vegg hjá okkur voru kannski þegar maður var góður að alþjóðlega ef maður gæti verið svona 45 mínútur klukkutíma í 90 gráður upp í vegg. Þetta var svona mælikvarðin. Ok, þannig þú varst alveg með þú þoldir smá sýru í lærin. Já, það var bara við þjálfum okkur upp í það að geta verið allt upp í 45 mínútur klukkutíma í 90 gráður upp í vegg og það var svona, já, oftast aðalvandamáli í þessum 90 gráðum að þegar maður farin að svitna mikið þá fer maður að renna mikið. Þannig að þú ert farin að svitna ansi mikið eftir 45 mínútur í 90 gráðum upp í vegg. Einmitt, þannig að það lá svo sem alveg ágætlega við að þú geti verið að pressa upp einhverja brekkur á hjóli. Ég fann það bara strax á hjóluna að þetta hendaði mér ágætlega. Ég fór hratt á hjóli. Ég vissi að líka að það annar siglari sem hefur farið á Ólympíuleika. Það hefur reyndar nokkur 2-3 aðri farið á Ólympíuleika í siglingum og ég vissi að einum sem var í hjólreiðum á Íslandi sem fór úr siglingum í hjólreiðar og hann var mjög góður þar, þannig að ég vissi alveg að það var eitthvað svona tenging hann á milli. Það hann Gunnlaugur eða eitthvað? Já. Einmitt. Og þú hittir hann eða ekki heima á Íslandi? Jú, það þannig sem að ég byrjaði raun og veru fyrstu æfinguna mín í hjólreiðum. Það var á hófinu Íþróttamaður ársins 2003. Það var á 30. desember 2003 þá hitti ég Gulla. Ég hef aldrei hitt hann reyndar. Vissi bara á hann sem svona siglinga legend og hjólreið legend og ég fór að spjalla við hann út af því að ég var siglingamaður ársins og hann var hjólreiðamaður ársins og ég segi við hann að ég aðeins komið áhuga á hjólreiðum og við fórum eitthvað svona spjall það og hann segi við mig kemur ekki bara á æfing á morgun og ég eitthvað gamla stafar morgun æfing og allt á kafi í snjó einhvern veginn úti og ég gæti ekki alveg ímyndað mér að það væri eitthvað hjólreiðæfing daginn eftir og ég segi bara jú, bara ég til í það. Hann segir, heyrðu, ég kem til klukkan 6 og við hjólum 12 klukkutíma og ég eitthvað klukkan 6 á gamlástag veitu en þá eru við bara að borða og allir í góðum feeling bara á gamlas. Nei, ég kem til klukkan 6 í fyrramálið og það bara stóðst, hann kom bara klukkan 6 morgunin, sótti mig og við hjólum 2 klukkutíma og það var raun og veru fyrsta hjólaæfingi mín á gamlastag 2003 klukkan 6 morgunin í rosalegri ófærð og síðan þá hef ég verið að æfa hjólreiðar. Einmitt, og þá ertu kannski með smá svona fyrirmynd þarna sem var búin að sýna að það var hægt að taka þetta transition frá siglingunum yfir í hjólreiðarnar. Sennilega hafði ég trú á því að ég gæti orðið góður í hjólreiðum vegna þess að hann var búin að vera í siglingum og var mjög góður í hjólreiðum en þess má þó geta að hjólreiðarlandið var allt öðruvísi á þessum tíma. Það er bara himinn og haf á milli þess hvernig það var þá og nú. Þannig að kannski gæðin voru ekkert eitthvað sérstök en hins vegar var Gulli mjög góður og það var svo sem mitt markmið að verða betri en hann á þessum tíma Áður en förum alveg yfir í hjólreiðarnar Ólympíuleikarnir, hvort sem var 2000 eða 2004 ég meina var þetta ekki gaman bara að fá að upplifa þetta, að fá að fara á Ólympíuleikarna og fara eins og þarna á Ólympíuleikarna í Aþenu? Jú, Ólympíuleikarnir í Sydney og Aþenu voru Aþena var allt öðruvísi, þarna var ég orðin íþróttamaður með leið eins og íþróttamanni og ég var svona með ákveðin markmið og ég raun og veru qualifæði þar inn á Ólympíuleikana. Já, þið fá ekki þetta wildcard í seinnaskipti 2004. Nei, það reyndar gerist þannig að síðasta úrtökumóti ég náði ekki inn en það var eitthvað þjóð sem að sendi ekki sína menn þannig að ég datt inn á Ólympíuleikana í staðin fyrir þá en að ég fekk sæti annara þjóðar þannig að ég man ég var í Tyrklandi á qualify móti og náði ekki inn og
það var alltaf frekar svekkjandi, en svo komst ég bara setnum daginn að ég man ekki hvað þjóða var sem var bara með sterkari kröfur á sína menn, þau sendi ekki neitt á Ólympíuleikana, en ég fekk þeirra sæti og komst inn á Ólympíuleikana, þannig að það var mikið gleði, en þarna í Aþenu var ég orðinn íþróttamaður og ég var með ákveðin markmið, mér langaði að vera í topp 15 í einhverju umferð, siglingar eru náttúrulega heil vika á Ólympíuleikunum sem kannski pínu erfitt þar sem eins og til dæmis bara sundmennirnir sem voru á Ólympíuleikunum, þeir voru 50 sekúndur í lauginu og voru kannski búnir, kannski 50 sekúndur og þá var komið svona glens í hópin sko. Og ég held kannski að svo sem var lengst fyrir utan mig að keppa var Jón Arnar eða tugíþróttafólki eða frjálsíþróttafólki var svona kannski lengst í höllin að gera eitthvað. Þannig að en ég var heila viku, allan daginn alltaf út að sjó og komið glens í hópin, það var kannski svona erfiðast komið glens í hópin? Já, það er bara svoleiðis, þegar þú ert búin að keppa þá er fólk, þá kemur eitthvað svona auka endorfín Já, ég meina 4 ára fresti og mót sem er búið að vera í hausnum á þér bara í mörg ár, ef ekki áratugi sko. Já, og mín keppni, hún byrjaði frekar seint og endaði svona síðustu dagana, þannig að ég var svona í lokin á þessu og ég náttúrulega sko 3 umferðir á dag, hver umferð 90 mínútur cirka og siglinga virka þannig að það þarf að vera perfekt vindur þegar brautin er lögð, þannig að þetta tekur allt alveg ótrúlegan tíma, þannig að dagurinn fer svolítið í þetta að sigla sko og í heila viku, þannig að þetta er algjört úthald að vera innan þennan hópa á Ólympíuleikum að vera siglingamaður, en auðvitað er þetta gaman, veist, þetta er frábært að komast inn á Ólympíuleikana með þessum hópa fólki, bestu íþróttamönnum í heimi. En mitt markmið á Ólympíuleikunum var náttúrulega bara að ná einni umferð góðri, top 15 eitthvað svoleiðis, sem náðist á síðasta deginum, síðustu umferðinni. Síðustu umferð? Já, ég held ég að vera í 10. eða 11. sæti eitthvað svoleiðis. Ég var svolítið heppið með það að þeir sem voru í fyrstu sætunum voru að keppast sín á milli, en þeir voru ekki að pressa hraðan upp og voru bara að hugsa hvern annan, þannig að ég var að koma á sama tíma á 1., 2. og 3. sæti í mark, þeir voru svolítið aftarlega í hópnum, þannig að ég fekk að upplifa sigurinn hjá Ólympíumeistarunum á sama tíma og ég að koma í mark sko, við erum að koma sama tíma í mark sem var alveg magnað sko, gaman að sjá einn að gráta út af því hann tapaði Ólympíugulli og annan að fagna út af því að gráta og fagna út af því að hann vann Ólympíugull sem að ég mun sennilega aldrei gleyma sko, sem voru bara sikkur með við mig sko. Wow. Og þú þarna ljúka Ólympíuleikunum, loksins má koma glens í hópin? Já, loksins fekk ég að komast í landa að slaka á, þetta var náttúrulega í Aþenu og það var alveg 40 okkar stið hitti allar dag og maður var alveg steiktur sko, þannig að jú, ég var mjög fegin að klára þetta og ég líka bara, þarna var bara ákveðnum kafla í mínu lífi að ljúka, þarna var ég bara búið með mig feril. Vissirðu það? Sennilega ekki dagana sem ég var að klára, en leið og ég kom heim þá fattaði ég það. Bara þetta verið búið? Já, og í raun og veru ég talaði við fleiri íþróttamenn sem voru á Ólympíuleikunum, Jakob Jóhann talaði mikið við hann þetta, það kemur svona, þú kemur heim og það kemur bara svona tómarum, þetta er bara svona það bara er allt búið eitthvað, bara partíi bara búið og þú veist ekkert hvert þú átt að stefna sko, og eins og fyrir mig ég var ekki búið með neitt skóla og var ekki með neina vinnu og enga peninga og maður bara kemur einhvern veginn heim og bara, hvað ég að gera næst sem er mjög skrítið. Hvernig vinnur maður sig úr því eiginlega? Ég meina, og sérstaklega það sem að þú ert að yfirgefa íþróttina þína? Þarna er kannski bara ungur og vitlaust, fattaði ekki alveg sko, en maður hugsa aðeins tilbaka þá var þetta pínu sjokk sko. Ég kem heim og þarna er náttúrulega hjólri áhugin farin að blómstra alveg þvílíkt og þarna var ég í raun og veru að koma heim frá Aþenu með tösku fulla af hjólapörtum til þess að setja á hjólið mitt til þess að græja og gera sko, og ég fer í hjólabúð, fer í markið beða um að hjálpa mér að græja þetta og er nú samt bara að græða þetta sjálfur hjá þeim sko. Og ég fekk spurning frá Rúnari sem að vinnur í markinu, hann spyrir mig hvað það var að gera, ég segi og ég er nú þarna að fatta ég bara, ég hef ekki hugmyndum það, ég segi við hann bara ég hef ekki hugmyndum það, ég veit ekkert hvað er að fara að gera og hann býður mig vinnu, hann segi viltu ekki bara koma að vinna hjá okkur, ég eitthvað jú,
hvers vegna ekki og daginn eftir var ég byrjað að vinna í hjólabransan þetta gerist á held ég 3 dögum, 2-3 dögum og ég man bara eftir ég að hérna, daginn eftir og hringdi í mig af eigandanum af markinu og hann spyr mig hérna akkur ekki mættir í vinnuna og ég búið að ráða mig nei, þú ert ráðinn, komdu og ég mætti í vinnuna og þarna byrjaði ég raun og verið bara að vinna á verkstæði í hjólabúð og vann í hjólabúð í svolítið langa tíma eftir það Ok, og þá ertu væntanlega bara þannig ertu, sko, út af þú sem íþróttamaður, þú hættir ekkert að hreyfa þig og ég held að þú þurfir svolítið á hreyfingu að halda það, ekki? Jú, þarna var raun og veru bara hjólreiðarnar orðið bara hérna mín keppnisíþrótt og meiri segja þarna 2004 sumari var ég búin að keppa eins í hjólreiðum Já, ok Samhliða þá siglingaæfingu Já, þarna ég keppti í Blálandsþrautinni sem að flesti þekkja sem að raun og veru orðin stærsta keppni Íslands í dag Var það ekki þegar þú kepptir inn í fyrsta skipti? Hún var reyndar þokkalega stór sko, hún var alveg, ég held að fyrsta ári sem ég keppti var 2004, þá var þetta Íslandsmót í fjallahjólreiðum í leiðinni sem er reyndar svolítið skrítið en enga síður var Íslandsmót í fjallahjólreiðum og ég held að það hefur verið 60 manns að keppa sem þótti þokkalega stórt Nú ok, þannig að það þótti alveg stórt á þeim tíma Já, það var svona þokkalega stórt en það var skítaveður ég man að það var mikið rigning, haglél, kalt en hérna á þess vegna mætti ekki rosalega margir sko og dutti ykkur út og eitthvað svoleiðis en ég vann þessa keppni, ég var Íslandsmeistari í fjallahjólreiðum í raun og veru einn minni fyrstu keppnum í mitt harðri baráttu við Gunnlaug sko þannig að hérna, ég var aðeins búinn að keppa 2004 og ég var aðeins búinn að kynnast svona keppni í sportinu hjólreiðum þannig að ég vissi alveg að ég gæti alveg farið að hjóla sko Og ef fólk þarna heyrði þessi Haffi hérna siglingagæmar, hann er komin á hjólið og hann er bara Já, það var svona aðeins byrjað að tala um það en ég svona ger ekki mikið úr því sko ég hef kannski ekki alveg litið stórt á mig á þessum tíma sko en hérna veist, ég hef alltaf mætt í götuhjólarkeppnir og götuhjólarkeppnir eru meira svona taktík heldur en bara pjúra styrkur sko en ég hef alltaf bara var alltaf fremst og hjólaði bara hópinn í mark og svo stunga allir mig af þegar ég kom í rétt árin ég kom í mark sko Já, og það hjólreiðar og sérstaklega þá svona götuhjólreiðar eru þokkalega mikil skák, eða ekki? Jú, götuhjólreiðar eru mikil skák Geturðu skilgreint götuhjólreiðar fyrir fólk sem að iðkar ekki mikið í hjólreiðar? Bara svona stuttumáli þá er þetta í raun og veru svona til þess að einfalda þetta þá í raun og veru götuhjólar ganga út og það spara eins mikla orkuhægtir það er bara svona einfaldasta skýringin á götuhjólreiðum í fjallahjólreiðum getur þau bara stungið af og það er bara sterkasti hjólarinn sem vinnur það er bara yfirleitt þannig eða þess að besti hjólarinn fjallahjólari getur verið með góða lappir og hann getur verið með lélega tækni og tapa keppni út af því hann getur ekki hjólað eitthvað tæknilegt en í götuhjólreiðum er þetta það er svo margt í götuhjólreiðum það er brautinni flöt þá þarf það að vera þungur og sterkur til þess að geta sprett í mark yfirleitt brautinni með mikið af brekkum sérstaklega hún endar í stórri brekku til dæmis eins og það er keppni sem endar upp Hlíðarfjall þá þarf það að vera eiginlega léttur þá þarf það að vera þá er ég til dæmis ekki sérlega góður vegna þess að ég er stór og þá verð ég þungur þannig að það endar ekki sérlega vel fyrir mig en þá er einu maður að koma ferskur inn í þessa brekku til þess að geta hjólað upp hana og skikkalegum hraða Þannig að þú þarft í raunin að hægða reisinu hans öðruvísi heldur en aðrir, eða hvað? Já, í raun og veru og jafnvel að reyna að stinga af áður en að ég kem að brekkunni til þess að það eru búin að búi til smá forskot einmitt. Og þegar við tölum götuhjólar þá erum við að tala um þessa sívinsælu reysera, eða ekki? Jú. Fólk eru að reyser. Já, við reynum samt að tala um götuhjól. Götuhjól? Já, við erum svona að reyna að útrýma þessu reyser orði. Já. Svona, reyser er bara mótorhjól Já, nákvæmlega en það má alveg tala um reyser en götuhjólar eru já, á þess að fara eitthvað djúpt í það ég getur verið allan dag að tala um hvernig götuhjólar eru virka en það er þú notar lappirna þínar að vissu leyti og svo notar hausinn á þeirra miklu leyti þetta er alveg hérna, þú notar hausinn mjög mikið og í seinni tíð þá hef ég notað hausinn minn mjög mikið og hef mjög gengið ágætlega að nota hausinn frekar heldur en lappirnar Akkur þessu eru í seinni tíð? Bara ég er orðinn eldri og strákarnir sem ég er að keppa á móti eru ótrúlega góðir. Það er bara, já, þeir eru alltaf að verða betri og betri og það er alltaf að verða meira og meiri breytt í hópnum
alltaf fleiri og fleiri sterkir að koma inn sem að gera mér þetta erfitt fyrir. Ég náttúrulega ekki yngjast, ég orðin 41 og vitalega þá hægist á manni þegar maður orðin eldri. En þegar þú segir nota hausinn, ertu þá að tala að tala sjálfa í gegnum einhvers konar sálsaukaþröskulda eða ertu að tala taktík eða strategy? Erum við ekki að tala kannski svona blönda báðu? Jó, sennilega bara blönda báðu, en það svona mestmegnis taktík og bara hvernig á að spila spilið. Þú ert með eldspýtustokk með 10 eldspýtur og þú ert að brenna þeim á réttum tíma. Það bara svolítið svoleiðis í götuhölurinn. Þú ert að nota þær á hárréttum tíma og mátt ekki klára eldspýtustokkin þegar það 10 kilometrar búnir á keppninu og þú ert að eiga eitthvað inni fyrir þegar eitthvað gerist sko. Og ég held ég sé nokkuð góður í því að nota þessa 10 eldspýtur þegar líður á keppnina, þegar ég þarf virkilega að nota þær í endan eða þegar eitthvað gerist í keppninni og eða þegar ég þarf að nota þessa eldspýtu fyrir sjálfa mig til þess að komast í burtu eða eitthvað slíkt. En þegar við horfum á svona þetta sport sem hjólur geta verið eins og út af við nefndum cyclothonið, það náttúrulega mjög löng keppni, 10 klukkutíma. Þið eruð ekki að keppa í mjög löngum keppnum, eða það? Nei, kannski lengsta keppni sem við keppum í hérna heima eru kannski svona Íslandsmótin í götuhjólurum, það kannski 160 kilometrar, eitthvað svolítið, eins og var í ár. Og hvað það í tíma cirka? Já, bikarmótið var 160 og Íslandsmótið 140. Þetta svona kannski 3,5-4 tímar. Já, þetta svo lengi. Já, en það svona það lengsta sem við keppum í þessum hefðbundum keppnum. Svo erum við með gravelkeppnir sem raun og veru það nýjasta í hjólröðum sem ég svona svolítið farin að horfa til. Það í raun og veru götuhjól eins og þekkir með hrútastýri nema með fjallahjóladekkjum. Og það ég fór til Bandaríkjanna 2019 með strákunum hjá Lauf sem að búa til svona gravelhjól, íslensk hjól. Fór til Kansas í keppni sem hét þá Dirty Kansas og það sem sagt 200 mílna keppni og það 320 kilometrar. Já, það 320 kilometrar og það cirka 12 klukkutímar á hjólinu og það heitlaði mig alveg ég var alveg bara heitlaður af því að þetta væri það sem ég ætlaði að snúa mér að það þessar gravelhjólreiðar. Þarna í raun og veru kúltúrin allt öðruvísi, það ekki þetta hardcore keppnisskap í mönnum, þó jú, menn alveg að keppa og með alveg skap sko, en þú getur alveg spjalla við liðið eftir keppni og fengir bjór eða pulsu eða hvað sem og farið yfir keppnina staðan fyrir að fara bara beint heim í hrískurinn og kjúkling sko. Þetta svona aðeins meira slakara andrúmsloft sem henta mjög vel og miklu lengri keppnir, miklu lengri. Henta það Já. Þetta ástæðan fyrir spurðum tímalengdina á þessu. Sagt, fólk oft mjög heillað af svona áskorunum eins og Ironman, að vera lengi þetta tekur 12 klukkutíma og kemur bugaður í marka einhvern veginn, sama sem í ultrahlaupum sem náttúrulega bara langa vegalengdir, hlaupa 100 km, hlaupa 160 km, alls konar fólk að skrá sig í þetta. Það einhverjum svona smá stemming fyrir því að reyna á hausinn, út af því að það einhvern veginn þannig að þú getur alltaf tekið eitt skref í viðbót bara ef þú hefur nægilega mikinn andlegan styrk og ert ekki meiddur og sjálfsög. Þetta ekki líka eitthvað sem að þú heillast að sitja eins og úr talum í 12 klukkutíma á hjólinu eða Jú, sko, það sem ég heillaðist sem mjög skrítið sko, að í Dirty Kansas var að ég var gjörsamlega sigraður og ég var alveg komin út úr kortinu sko. Og þið líður ekkert sérlega vel en þú ert að klára einhver áskorun þeir orðið saman þú ert í raun og veru ekki að spá í hvað sæt þú ert bara komast í mark og það kannski eitthvað sem að heilla mig mest að reyna á sjálfa mig. Þannig erum við komin aftur á það ég hef gaman að ég að reyna að vera sjálfur í þessu og þannig ég bara að stóla algjörlega á sjálfa mig, ég þarf bara að koma mér í mark
og ég held þetta sé bara, ég held að svona últra hlauparar, últra hjólarar, últra íþróttamenn, þeir upplifa þetta sem bara svona ákveð fíknefni, þetta bara, þú vilt alltaf meira, þú vilt alltaf challengea þig meira, út af því að endorfín skoti sem þú færð þegar þú kemur í mark eftir svona gigantískt, þeir líður svo vel eftir þetta, og það kannast flesti við að hérna, bara fara á góða æfingu og þeir líður alltaf vel eftir það, maður er alltaf að leita eftir meira endorfíni, held ég held þetta sé bara eitthvað svoleiðis, ég hef sagt við kærustuna mína bara ég er að spá í hjóla til Akureyrar og hún er kannski svona já, allt í lagi flott eitthvað og svo bara yfir morgunverðarskálinn, ég ætla að skjótast hérna og reyna þetta eftir og ég hef hjóla til Akureyrar í einum rykk bara eftir morgumatinn sko, óplanað og það veitti mér alveg gríðarlega ánægju og mikið endorfín bara að challengea sjálfa mig og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í sko, hjóla 400 eitthvað kílómetra bara óplanað sko, þannig að ég held þetta sé últra hjólreiðar, últra hlaup, þetta sé bara maður verður háður ykkur endorfín fíkn. Og er ekki líka komast aðeins í burtu frá og eins og varst að nefna með þessa Kansas þraut að komast aðeins burt frá keppninni, menn eins og þegar þú hjólar á Akureyri, þá er þetta bara áskorun á sjálfa þig. Þú ert ekki eitthvað að reyna að bæta eitthvað tíma hérna á Akureyri, þetta er bara svona aðeins öðruvísi áskorun heldur en svo að reyna alltaf að vera í fyrsta sætið að keppa við einhvern tíma. Þetta er bara ég held að þetta sé líka vinsælt núna í dag hjá bara venjulegu íþróttafólki sem er kannski ekki eitthvað, ég ætla ekki að segja sé ekki afreksfólk en sé bara venjulegt íþróttafólk, hlauparar, hjólarar vilja bara skora sjálfan sig, vilja ekkert endilega vera að stefna einhverjum tíma eða sæti eða eitthvað, þú veist, það er og eins og í dag hjá mér er ég ekkert endilega að stefna á eitthvað sæti, ég vil bara koma í mark og vera glaður þegar ég kem í mark, þú veist, ég vil bara skora sjálfan mig og ef ég fer í keppni í dag og er í 10. sæti og keppni var skemmtileg, þá er ég bara sáttur, þú veist, eins og ef ég fer í mót og móti er ekki skemmtilegt, þá sé ég ekki alveg tilgangin í því að vera að mæti það. Ég vil bara gera eins og ég hef alltaf lagt upp með er að gera eitthvað sem er skemmtilegt. Hefur þetta alltaf verið svona? Já, ég ger bara auðvitað þarft að gera leiðilega hluti en ég ger bara skemmtilega hluti. En þannig þegar þú ert að byrja þarna í hjólreiðanum og ert að taka þátt í einhverjum keppnum og ert kannski ekki í fyrsta sæti, var það ekki erfitt fyrir þig? Nei, ég vissi að ég myndi ná eitthvað tíma fyrsta sæti. En ég er samt heyrt á að setja með brjála keppniskap. Já, ég er mjög mikil keppnismaður og þeir sem hafa siglt með mér á skútu vita það að skipstjóra Haffi getur mætt á staðinn. Hann er klikkaður. Er það þá siglt með þér á skútu, þá er það að tala um að þegar það er bara fleiri um borð, bara farþegar? Já, ef ég situr stýri á skútu og vil að hvað gerist og það gerist ekki, þá get ég alveg fara að öskra. Ekkert eitthvað hard feelings eða eitthvað svoleiðis, ég veit bara hlutinni gerist hratt og ég get alveg orðið, ég ætla að segja innan gæsalappa reiður, ég get alveg orðið reiður og ég gefst aldrei upp, ég reyna að hanga inn eins lengi og hægt er, ég reyna að vera í brekkun á hjólinu eins lengi og hægt er, ég bara ég keppi alltaf til þess að komast eins framála hægt er, út af því ég er gaman að því, það er það sem það snýst hjá mér. Þess vegna spurði ég út í þessa sögu með cyclothonið að þú segir þetta sjálf þig að þú neitar að gefast upp og þú gefst ekki upp og að þegar þú hafa verið að veifa að þú þurftir að í rauninni bara kastin hvíta flagginu bara og þurftir að draga á keppni að liðsfélagarnir trúðu ekki eins og upp á þig. Er þetta, hefur þetta aldrei farið með þig út í gönur eða burtsið frá þessari Janssen-sprautusögu, þú veist, að gefast ekki upp, er þetta kannski það stuttar keppnir að þetta endi ekki í einhverjum voða öðrum en þegar maður kemur bara setna í mark? Nei, ég var nú alltaf sloppið tildulega vel út úr þessu sko, ég hef alveg keyrt mig sjálfan í kaf, til dæmis bara árið, hvenær var það, 2019, já, eftir Kansas árið, þegar ég kom heim frá Kansas þá veiktist ég og var veikur allt sumarið en ég held alltaf áfram og það var alltaf eitthvað í gangi sko. Ég var með bronkitis og hita og ég keppti Blálónsþrautinni með hita og daginn eftir var ég náttúrulega bara fárveikur og svo daginn þar á eftir var ég að þjálfa og var að hjóla með hópu 130 km en ég held samt áfram sko.
en ég náði aldrei að jafna mig og hann alltaf bara orðin þannig að læknirinn sagði mig, nú þarf þetta að taka pásu annars farðu sýkingu í hjarta og ef þú fær sýkingu í hjarta þá getur þú drepist og verður að passa þig þannig að maður það svona stundum að kannski aðeins að passa sig með þetta sko, að keyra sig ekki alveg í kaff og ég hef gert það. Þannig að þetta ekki bara það að, sko, að þú gefst ekki upp innan einhverjar keppni heldur bara áttu líka upp með að slaka á bara frá degi til dags. Ég held að sé bara saman sem merki hjá afreksíþróttamönnum að þeir eru verið veikir þá fara þeir að poppa upp í hausina þeim að þeim ekki taka pásu sem er náttúrulega mesta klúður sem að hægt er að gera sko, út af því að þú græðir ekkert að þau vera veikur sko. Og ég veit alveg og ég held að langt flestir íþróttamenn viti að 2-3 dagar eru miklu betri í pásu heldur en að vera 5, 6, 7 kannski nokkra vikur veikur þá græðir ekkert á því en það er miklu betra að bara að hvíla sig og ná sér úr sér og halda síðan áfram. En þegar þú ert komin yfir í hjólreiðarnar og vinnur þetta Bláálonsþrautina sem ég meina hvað þú eru hana 10 sinum? 11 sinum. Ég vann hann aftur í ár sko. Já, ok. Það tók smá pásu. Ég vann hann síðast 2014 og vann hann síðan aftur í ár. Og sömuleiðis Íslandsmótið í götuhjólreiðum í fyrra. Já, þar vannstu eftir smá pásu. Já, ég var ekki búin að vera Íslandsmeistari í 8 ár. Einmitt, og sko þarna, út af að við erum að tala um þetta keppniskap, þú ert ekki búin að vera Íslandsmeistari í 8 ár en þú ert samt búin að taka þátt. Í 8 ár? Já. Ég er búin að vera í öðru sæti milljón sinnum. Já. Þannig að Mér langar bara að koma að þessu sko að þú vinnur, síðan allt í einu tekur 8 ár þar sem að þú nærð ekki settu markið, það var ekki það að þú tókst ekki þátt og fórst að gera eitthvað annað, þú varst að reyna að vinna. Já. Þú með þetta keppniskap, þú líka að eldast eins og segir, úr 41 árs og ekki held að ég ætla eitthvað að draga úr þér en þú sagðir að sjálfur að ég meina, þú veist, það er ólíklegt að þú verðir betri þegar þú ert orðin 70. Hvernig fer þetta með þig? Og hugsaður aldrei hérna bara, nú ætti ég bara að fara að hætta þessu. Veist, af hverju er ég að gera þetta? Ég er búin að taka hérna 8 ár þar sem að ég er ekki að ná fyrsta sætinu. Ég reyndi 2008 eða 2009 að hætta í hjólreiðum, það gekk illa. Okay. Ég tók hérna 1 vetur þar sem ég var bara næstu í feitur og ger ekki neitt allan veturinn. Næstu í feitur er það 2-3 kíló í viðbót á mann? Nei, ég veit ekki, ég var þyngst ykkur 8 kíló, ég var að lyfta svolítið, en ég var að gera einhvað sko, en ég var ekki snert ekki hjól. En svo var ég bara dregin út í 1 hjólatúr og ég var eiginlega svona bara nei ekki. Svo fór ég 1 hjólatúr upp í Heiðmörk eftir það er ég búin að, og síðan þá er ég búin að vera að hjóla á fullu. Það var bara dugði 1 hjólatúr til. 3-4 vikum setna var keppni og ég vann þá keppni. Sá að þetta var allt í lagi. En ég hætti við að hætta, mér tókst það ekki. Síðan þá hef ég bara, minn ferill í raun og veru svona síðustu ár hefur verið ótrúlega mikið bara að hjóla. Mér finnst leiðilegt að taka intervall. Ég æfi ekki hjólreiðar. Ég segi hjóli bara. Ég tek aldrei intervall. Eða það getur komið fyrir að ég gera það þegar ég þarf að hjóla inni. Þá vill maður gera eitthvað inni og þess að tíminn líður bara eins hraðar. En úti, ég fer aldrei í einhverja brekku og tek einhverja endurtekningar. Ég tek ekki einhverjar hvað maður segja, einhverja skipulega spretti eða kyrslur eða eitthvað svoleiðis, ég bara hjóla og ég veit að stundum þarf ég að hjóla hratt, stundum þarf ég að hjóla hægt og ef að hópurinn sem ég er með er að hjóla hratt, þá bara hjóla ég hratt þó það hendi ekki, þannig hef ég gaman að þessu, þannig að ég vill ekki vera íþróttamaðurinn sem að ég þarf að fara á æfingu í dag, ég vill vera íþróttamaðurinn sem að það er æfingu á eftir, ég er náttúrulega búin að vera hjóla þjálfari, við erum búin að vera með fyrirtæki sem að þjálfaði fullt af fólki og reynda mestmengnis á okkar fólki fannst gaman að mæta á æfingar sem betur fer. En ég hef oft heyrt íþróttamenn og alls konar greinum vera tuði yfir því að þurfa að fara á æfingu. Það eru indöðul í dag, þetta er svo erfitt og maður á ekki að gera það. Og venjuleg manneskja sem að er að stefna á að klára Laugavegslaupið eða klára gullringin eða Bláálonsþrautina bara fyrir sjálfan sig, ekki vera að gera eitthvað sem finnst leiðilegt, reynda að gera eitthvað sem er skemmtilegt og eins og til dæmis bara í dag þá hjóla ég ekki á götuhjólinu mínu reisirnum ef það er rók og rigning, ég fer bara eitthvað annað hjól, ég fer bara á fjallahjólið eða ég fer á gravelhjólið mitt eða ef ég er bara yngustið þá bara sleppi ég að hjóla, en sem er reynda mjög sjálfgefst að gerist, en ég reyni að finna
sneika mér í gegnum þetta þannig að þetta sé alltaf skemmtilegt. Ég held að það sé náist bestur árangur þannig og árangur síðustu ára hefur litast svolítið af þessu að ég bara hafa gaman að þessu og ég held að fleiri ættu að reyna svona svolítið að fatta þetta að hafa hverja einustu æfingu skemmtilega hvernig sem hún fer að því. En ef þú verður að þjálfa einhvern einstakling í hjólreiðum, ég meina að þú myndir alltaf búa til einhvers konar intervallæfingar eða ef þið væri með eitthvað markmið að ná einhverjum tíma eða sæti í einhverju keppni, þú myndir þá alltaf fara þessa nálgun, eða ekki? Jú, ég meina eins og þegar við vorum með hjólaþjálfun, þá vorum við með stóran hóp sem að við þurftum að þjálfa og við þurftum alltaf að þjálfa þennan hóp eins og einstakling í raun og veru og það svolítið erfitt vegna þess að við erum svo misjöfn þetta interval handa þessum og þetta hinum, en þú þarft að finna einhvern svona gullnan meðalveg til þess að fólk bæti sig og þú þarft að vera með erfiða daga, þú þarft að vera með létta daga og þú þarft að vera með recovery daga sem kannski mesta challenge í svona hóp að vera með recovery daga vegna þess að fólk kemur inn í salindi inn í þjálfun, við erum með 40 í einu inn í sal og þú þarft að vera með recovery tíma, hvernig ætlar að gera það, það rosalega erfitt að fá hóp til þess að hjóla rólega í klukkutíma inni. Þannig að þú þarft að finna ykkur ráð til þess að gera það, þú þarft að vera með rólega æfingu inni og fólki þarf að geta labba út úr salnum skælbrosandi með endorfín kikkið sitt og ég læriði náttúrulega bara það ef þú tekur rólega æfingu og síðan kannski 30-40 sekundar keyrslu í restina, það dugir til þess að keyra endorfínu upp í fólki og allir eru glaðir þegar þeir eru að teygja. Mjög gaman að sjá þetta þegar fólk mætir á æfingu 6 morgunin grautfúlt eftir lélegan svefn og labba síðan út skælbrosandi með stút fullt af endorfíni. En ef ég var að þjálfa einhvern í dag, það er kannski ástæðan fyrir ég er ekki að þjálfa neitt í dag, er að ef ég var að þjálfa einhvern, þá þyrfti ég að þjálfa hann með einhverjum intervölum og einhverjum svona pælingum með tölur og annað. Og ég bara nenni ekki, ég hef ekki gaman að því. Þannig að þessi nálgun líka, ég minna þetta bara, og ég hef heyrt þetta frá öðrum íþróttamönnum sem eru búin að vera lengi í sportinu, að bara, inn í þá fer maður að horfa hans tilbaka og bara, ég er búin að vinna allt sem ég get unnið eða, ég er orðinn svo góður í þessu en ég ætla líka kannski að setja það hans í forgang að ekki alltaf keppa, heldur líka bara að hafa gaman að því að æfa. Ég er svolítið að detti nú það núna að svona reyna að spóla mútur þessum aðal keppnum. Það gengur ekkert vola vel, ég er búin að reyna í nokkur ára að minnka keppnisálagið vegna þess að til dæmis bara eins og fjallahjólakeppni. Í dag er ég kannski svona 3-4 daga að jafna mig eftir fjallahjólakeppni. Götuhjólakeppni er svona kannski aðeins meira smúð oftast. Það er kannski svona 1-2 daga að jafna mig. En það reynir aðeins meira á skrokkin í fjallahjólin. Þannig að ég er svona lengur að ná mér eftir það. Hvað get ég sagt? Með fjallahjólin er ég... Ég er búin að gleyma hvað ég var að fara að segja. Nei, ég vildi kannski koma bara eins inn á það að þú hlýtur að vera áttaði á því bara með reynslunni að það er ekki þess virði að vera alltaf að fara gegn sjálfur sér, gegn viljanum að fara neyða sig út í einhver intervöl á götuhjólinu þó svo sé rók og rigning, að bara reyna þá að fara eins og líst ég svolítið vera, sneika þér svona fram hjá því og gera bara alltaf það sem er sem kallar á þig. Þess vegna á ég gott fjallahjól og fer mikið á fjallahjólum þegar það er skíta veður sem er mjög oft hérna á Íslandi. Að þá næ ég einhverjum keyrslum bara ég myndi kalla þetta, ef við ekki að kalla þetta svona fartlegg keyrslum sem að ég bara bý til í hausnum á mér. Ég bara taki með brekka sem er 30 sekundur í keyran upp og er ekkert að spá neitt í því og ég held að síðustu 2 ár hef ég bætt mig alveg gríðarlega út af því að ég er búin að hjóla gríðarlega mikið á fjallahjóli. Já, ok, þarna vegur þetta upp á móti. Þú vilt sem sagt meina að í staðin fyrir að vera rosalega svona analytical að passa að keyra í 60 sekundur, hvíla í 2 mínútur og allt þetta, gera þetta svona smá Excel-skjali, að með því að gera þetta að skemmtilegri bara iðju fyrir þig dagstaglega, þá endar á því að klukkun fleiri kílómetra og endar á því að njóta þess meira og endar á því að vera bara betri hjólari. Akkurat, og það þú þarft náttúrulega að hafa reynslu til þess að geta gert þetta líka. Þú þarft að hafa vitað því að þegar þú nærið ekki upp öttarniðinu með púlsinu þínum að þú ert orðin þreyttur. Þú þarft að sérstaklega þú ert orðin eldri að passa þig og það er kannski það sem að er
vandamáli hjá mér í dag að skrokkurinn ekkit sérlega góður. Það sem að ég hefði kannski vilja að fá að vita þegar ég var að byrja í hjólreiðum að hjólreiðar eru kyrrsetusport. Þú vilt fá meira svona cross-training, þú vilt fá meira af styrtaræfingum, meira af sérhæðum styrtaræfingum til þess að bara lendi ekki í því að verða lélugur í skroknum þegar þú ert orðinn eldri. Þetta því að þeir sem sitja á skrifstofu allan daginn verða lélegir í skroknum, þeir sem sitja á hjóli bara, þeir verða ekkert sérlega góður í skroknum. Það hjálpar hins vegar að nota fjallahjólið vegna þess að fjallahjólið notar aðeins meira af skroknum. Þá þarf ég ekki að vera að gera einhverjar skrýtnar æfingar heima hjá mér sko, sem ég reyndar farin að gera aðeins núna. Já. Ég alltaf í bakvinnslu heima hjá mér á teppinu að teygja og eitthvað til þess að reyna að halda skroknum í lagi. Þetta ekki mikið til sóasinn og hipflexorarnir fyrir ykkur hjólarana? Það til dæmis bara eitt að ég búin að vera oft í sjúkraþjálfun hjá hinum og þessum sjúkraþjálfurum sem eru bara frábærir og hjálpaði mig mikið, en svo bara hitti stelpu hjá Primal í einum enga tíma, Primal Iceland. Tekka fram, ég ekkert eitthvað á neinum samning hjá það með neitt, bara ringdi þangað inn og fekk að enga tíma og hún kendi mér að teygja sóa sín almennilega, mjög vel. Það hjálpaði mér helling, bara þetta þessi einfaldið prósess og ég er ótrúlega þakkláttur fyrir að hafa lært þetta og það hefur hjálpað mér mikið í sumar til dæmis, bara ná að rétta eins úr mér. Þegar maður er náttúrulega eins og skrifstofamaður. Já, bara í keng. Já, þegar maður er búin að hjóla mikið, sko. En er það þá, þessar teygjur sem þá ert að gera sem er að hjálpa, tengist það því að eins og þau fókusa mikið á að í rauninni búa til svona endrange styrk, að vera í teyjunni og ekki bara slaka inn í hana, heldur búa til styrk þar? Já, það er bara akkurat þannig, sko. Ok. Það er bara akkurat þannig. Og er þetta er ótrúlega einfalt, þetta er bara þessi sofateygja tekin á næsta level, sko. Hvað, íta þá á móti í teyjunni eða halda uppi? Já, íta á móti með til dæmis rassvöðanum eða eitthvað svoleið, sko. Einmitt. Fólk þarf vel að kíkja á þetta, sko. Já, þetta var ótrúlega einfalt og þetta skila ótrúlega miklum árangri. Já. Ég er samfærður að þetta hafi bjargað ótrúlega miklu fyrir mig í sumar. Það er náttúrulega skrokkurinn á mér pínuðu skakkur út af því ég lenti í slysi 2015. Þannig að maður er alltaf, með skott á milli lappanna á sér að reyna að laga eitthvað. Það er alltaf eitthvað sem er að bila, ekkert eitthvað alvarlega, en það er eitthvað svona smottur sem er alltaf sem er bara full maintenance allan daginn, alltaf. En út af því þú vinnur þetta mót og ert bara búin að eiga frábært síðasta ár, getum við aðeins talað það sem að allt gekk ekki upp? Ég meina, var engin, þú veist, að þú náir þessu, ef ég fæ að kalla það bara comeback, að þú komir aftur og náir fyrsta sætinu. Ég meina, þú veist, varstu tilbúin til þess að skilja við hjólreiðarnar sem keppnisíþrótt og þú ekki í fyrsta sætinu? Það alltaf gerist í fyrra að ég verði Íslandsmeistari í götuhjólreiðum 2020 sem að kom mér svolítið mikið óvart. En svona eftir að hugsa þá notaði ég hausinn minn alveg hárrétt þennan dag og las hópinn ótrúlega vel og las alla í kringum mig ótrúlega vel og náði þar að leiðandi að vinna þetta mót og kom gríðarlega mikið óvart, ég held öllum. Hvort ég var tilbúin til að hætta, ég veit það ekki, en ég var alveg tilbúin til að hætta hans að vera aftur Íslandsmeistari. Og það er sama núna í ár, ég var ekkert að fara að vinna blálónsferðin aftur þó ég sé búin að vinna hana 10 sinnum. Það er bara, ég er búin að vinna hana 10 sinnum fyrir þetta ár og ég var ekkert eitthvað endilega að búist við að fara að vinna hana aftur, en svo vinn ég hana aftur í ár. Þetta veitir manni alveg svona pínu búst og ég er búin að vinna nokkra keppnir í ár sem að ég er ekkert viss ég hefði unnið hefði ég ekki orðið Íslandsmeistari í fyrra. Ég hafði bara svona ákveðið sjálfstraust, kannski fæ bara aftur svona ég vel trúið að ég hef bara svona mist pínu sjálfstraustið í bara keppnisíþróttinni, bara ég ekki alveg náð að klára dæmið oft út af því að ég trúði ekki að sjálfa mig. Þannig að ég held að Íslandsmeistari titilinni fyrra hafi gefið mér pínu lítið búst fyrir þetta ár. Þó ég hef kannski ekki orðið Íslandsmeistari aftur, en það er svo sem það er ekkert sjálfgefið að verða Íslandsmeistari hvert ár þó að maður hafi orðið að einu sinni, sko. En að trúa þá ekki að sjálfa sig, finnst þér eins og það sé eitthvað sem bara er þá komið á ráslínunni eða kannski bara í gegnum seasonið, bara einhverjum svona efasemdir hvort maður eigi róði í þessu ungu gæja eða... Ég held sér bara bæði, sko. Ég er svo sem mæti ekkert á startlínunni eitthvað stressaður að ég fara að tapa eða geti ekki unnið eða eitthvað svoleiðis. Ég mæti bara á startlínunni og
hugsa bara, veist, hvað ætlum við að gera í dag? Við ætlum að reyna að gera þetta skemmtilegan dag og hjóla þetta með strákunum og hafa gaman, sko. Það svona fyrst og fremst það sem ég hugsa sko. Og ef ég þarf að bakka út einhverjum aðstæðum út af einhverju sem ég fíl ekki, veist, einhverju hættulegum hraða eða beyjum eitthvað svolítið, þá ger ég það frekar heldur en að leggja mig einhverju hættu í dag. Maður bara, veist, ég hef öðrum hnöppum að neppa fyrir utan hjólreiðarnar. En kannski svona í endan á keppnum þá hef ég kannski meira sjálfstress til að taka einhverja sjensa sem að skila mér einhverjum árangri, veist, fara fyrir í sprett eða opna sprett eða keyra á einhverja litla brekku sem að ég hef kannski ekki trú á, eins og í Íslandsmótinu fyrra að fara frá hópnum, að koma með frá hópnum mjög snemma í keppninu, en við vorum eiginlega í næstu í tæpa 80 km þrír saman og þessi þrír sem ég var með voru fljóttverðarnir að gefa merkjum það að þeir væru slappar en ég, þannig ég var farin að sjá það á þeim að ég ætti séns í þá. Og þetta er eina eldsbít unni? Ég á fleiri en eina, sko. og ég fann það bara sjálfur að ég var bara fljúandi degi, sko. Þannig að þá veit maður að ég er í góðum málum hér, sko. Það er mjög skemmtilegt vídeo á YouTube og það sem að er verið að sína og í rauninni svona kveikti minn, ég ætla ekki að segja áhuga en bara svona gerði mig ljóst fyrir hvað það væri skemmtileg strategi alltaf í gangi í hjólreiðum sem maður tekur ekki eftir. Það sem er lið af 4 og það er verið að spara aftastakæðin, hann er í rauninni að drafta og síðan er það að hóta að taka fram úr eða svona að taka sprint en þeir eru að fela í rauninni sprinterinn sinn, svona alls konar það sem að menn er að hjóla saman og taka fram úr öðrum liðum en samt einhvern veginn reyna heitir ekki kjölsók, drafta? Jú, drafta, kjölsók. Notum íslensku. Ég veit ekki áhverja að kjölsók er komið inn í hjólreiðar þess að kjölsók kemur úr siglingum. Já, það? Já, ok. En þetta er eins og ég sagði á hann, þá er ganga hjólreiðar svolítið út á það að spara orku og þess vegna er til dæmis eins og bara Tour de France sem er í fullum gangi núna, þá er þetta í raun og veru liðasport. Þó að liðið getur unnið en flest liðin eru að stefna á því að koma einu manni í fyrsta seti á velunapalli sem er sem bara einstaklingu sem vinnur keppnina en hann þarf lið í kringum sig til þess að vinna keppnina. Já. Þannig að í raun og veru er þetta liðakeppni, þetta er lið sem getur unnið liðakeppnina en það er enginn beint að horfa á það. Einhver lið, jú, en þeir eru yfirleitt að reyna að koma þessum einstakling á velunapall okay, sem er eitthvað meira athygli heldur en liðið að vinna. Eins og Lance og hvað var það, US Postal, nei, er það ekki? Jú, það bara, Lance var náttúrulega frægur fyrir það að vera með gríðarlega sterkt lið í kringu sig. Já. Líklega allir á sama prógrami og hann. Já. Eins og fræktur orðið. Einmitt, og hann hefur vantilega beitt miklum heraga þar, eins og þú á skútunni? Já, ég svo sem kannski ekki pressa neitt til þess að gera eitthvað sem maður vill ekki gera, sko. Það er bara að, þegar ég held að stýra skúti þá bara missi ég með stundum. Það er ekki oft samt, það er bara mjög sjálfgæft, ég er svona spari. Hefur þú hort á, ég heldur heiti Least Expected Day? Nei. Movistar, Jú, ég hef reyndar hótt það. Mér finnst þetta svo geggjað að horfa á allir gæðarnir, sko, bara með svona visin every book, sko, og risa læri og einni brekkusbrettar gæðin og síðan þeir að ákveða að taka hjól sem er svona stórt fyrir þessa braut eða stærri dekk eða minni dekk eða hvað hann var. Ótrúlega skemmtileg taktík í gangi. Það er náttúrulega fullt af pælingum í kringum þetta sem reyndar fólk er aðeins fara að detta inn í á Íslandi. Það er gaman að sjá þegar ég byrja í þessu 2003-2004 þá vissi enginn á Íslandi hvað Tour de France er bara út af, eða sumir vissi það bara út af því að Tour de France er fræg keppni, sko. En vissi ekkert meira en það, veist. Algeng spurning, af hverju er þetta ekki fremst? Af hverju er þetta alltaf svona aftarlega í hópnum, sko? Já. Af hverju varst ekki fremst? Af hverju varst ekki að reyna að komast í burtu? Það bara virkar ekki þannig í götuhjólurinn. En í dag er þetta fólk fara aðeins að læra inn á þetta, fara aðeins að horfa á túrin og þeir sem eru að lýsa Tour de France og þessum hjólakeppnum eru orðnir mjög góðir í því að útskýra hvernig keppnin virkar. Já. Og Íslendingar eru aðeins farnir að pikka upp, sérstaklega þeir sem eru í einhverju hjólreiða tengdu, í þríþraut eða hjólreiðum, svona farnir aðeins að skilja þetta, út af hvað þetta gengur. Eins og þú sagði ráðan, þegar þú tókst fyrst þátt þá, hvað sagður, leittirðu bara allir í mark? Já, ég fór bara fremst og gaf allir í botn og svo bara vonaði ég að besta, en svona koma allir fram mér eitthvað tíman, sko. Já, en það er alltaf bara mikill hagur í því fyrir alla hina að sjá, heyrðu frábært, en að Hafsteinn ætlar að brjóta vindinn fyrir okkur. Já, og ég fatt ekki neitt, sko. Það er já, það var svolítið svoleiðis fyrst, en ég var fljótur að fatta hvernig þetta virkaði.
einmitt. En það mjög, já, mjög gaman svona þegar maður áttar sig á því hvað ekki það að ég sé búin að átta mig fyllilega á því, en þegar maður getur horta á þetta og séð svona skákina sem verið að spila á milli liða og eins og á CrossFit-leikunum fyrir 3 árum, 2018 þá var hjólað þá var bara svona götuhjóla, bara ringur sem átt að hjóla 10 sinnum og þá var einhver einn gæi sem hafði mikla reynslu af hjólröðum og hann var alltaf að gefa þeim merki sko, sem þeir voru að vinna í rauninni saman eins og þú segir og það var eitthvað pakk sem ætlaði að slíta sig frá og ég var að horfa á þetta með gæja sem þekki hjólröðar ágætlega og hann var að tala sko að þegar þetta er svona í stóru keppnum eins og Tour de France og landskaf merkjum að einhver ætti að leiða, er það ekki svolítið gert að þú segir einhver að koma fremstu til þess að brjóta vindinn og þú ert að vinna saman og ef þú hlýttir ekki, þá ertu bara kildur eftir þú ert sko, þú ert náttúrulega bara með í dag er þetta ótrúlega mikið þannig að þú ert bara með ákveði verkefni í þínu liði en það kemur alltaf á til fyrir að einhver hunsi liðsfyrirmæli og það er ekki þú kannski ekki alveg beint kildur en þú ert svona þú getur verið rekjun liðinu eða þú getur verið mist samningin En kemur ekki líka upp svo aðstæða að þú ert ekki með allt liðið þarna fremst að drafta, að þið sem keppinautar þurfa að vinna saman Jú, það kemur alveg líka fyrir sko alveg bara, það kemur mjög oft fyrir Já, ég held að það var kannski frekar að kýla eitthvað sem er ekki með sér í liði Já, ég veit nú ekki hvernig það er menn missa skapið sitt í öllum sportum held ég Já, ekki að það sé neitt fyrir myndar sko en bara mér fannst það áhugavert að þú geti verið fremstur í rauninni og sagt einhverjum að taka fram úr og brjóta vindinn og þú þarf bara að hlýða í rauninni út að þetta verður að vera samstarf Já, sko eða samvinna Já, sko, ef þú ert ef þú slítuði frá hópnum og ert að vinna með einhverjum úr öðru liði og svo endanum vill einhver úr hinu liðin ekki koma fremst þá ertu komin í vondmál sko. Já, ég er að tala um einhverja svona aðstæður ég skilði þið núna þá ertu óvinsall í þessu, við kallum þetta break þú ert að breaka í raun og veru frá pelotónu sem er hópurinn og það þurfa allir að vinna en svo náttúrulega ykkur sem er bara orðin slappur, er bara orðin þreyttur hann kannski bara getur ekkert komið fremst þá kannski gefur hann merkjum það og þá veit hópurinn að honum verður droppað eitthvað tíma setna en svo eru alltaf ykkur sem að feika það sem að þykjast vera þreyttir og hópurinn kannski veit að hann er ekkert actually þreyttur hann er bara allar að taka næstu brekku eða eitthvað svoleiðis og stinga af og sérstaklega undir lokin þegar það er lítið eftir akkurat undir lokin sko en þetta er alveg í lagi að þú gerir þetta alltaf af og til sko en ef þú ert alltaf að gera þetta þá verður óvinsall mjög fljótt og við þekkjum það alveg í hjólreiðum heima það eru til svona draftarar við kallum á draftara sem eru alltaf í kjölsóðinu og erum alltaf bara að spara orku á kostnað hinna það er alltaf lagi með alveg gera það mín vegna sko og eru í raun og veru kannski bara hrættur að verði skildir eitthvað starf eftir og eru bara að passa upp á að eiga orku en ef þú ert að gera þetta alltaf komdu allavega aðeins fremst og láttu sjá þig og heilsaði upp á liðið og taktu 1 púl eða 2 og gerðu einhvað bara þannig að þú verður ekki óvinsæll Er einhver hjólari núna að hlusta á þetta og segja Hafið svo mikið draftari, ég trú ekki hann segja að segja þetta sjálfur Nei, ég er ekki þekktu fyrir að draftari þú getur alveg spurt hvaða hjólara sem ég er yfirleitt akkurat í hináttina bara akkurat að eða svona mikið orku í þetta það er freka það sko ég held ég sé þekktu freka fyrir það en það kemur alveg fyrir að ég detti í keppni og mér langar ekki að taka of mikið á því mér langar bara að vera tiltölulega slakur þá það frekar augljóst að ég er ekkert eitthvað mikið að leggja mörkum ég kem fremst og tek mitt búl og sinni minni vinnu og fylgi þeim árásum sem ég þarf að fylgja og þess að milli er ég bara að reyna að slaka á sko. Þú getur slakað á heila götuhjólukeppni og vilt það slakað á innan gæsalappa sko. Já, ekki vera alveg í toppáráttunum maximal. Segðu mér aðeins frá bílslysinu sem þú lentir í 2015 Heyrðu, þetta er sérst í 4. febrúar 2015 þá er ég raun og veru bara og meiri sem er bara í toppstandi ég hef aldrei verið í eins góðu formi var búin að vera duglegur allan veturinn að lifta til dæmis og hjóla Tei á sósinum og bara koma mér í gott stand svona alliða stand ég var að vinna þá í Erninum og bý í Grafarholti og var að hjóla í vinnuna ég hjóla alltaf í vinnuna þennan dag var ekki búið að ryðja göngustígana út af því það var búið að vera slapp rigning kvöldi áður sem var búin að frjósa þannig að það var ekki hægt að hjóla á göngustígan þannig hjóla út á götu
og bara sé ekki bíl þegar ég fara yfir ljós. Ég var á grænu en var að beygja yfir akrein, þannig að bílarnir sem voru að koma á móti áttu réttin. Ég var ekki að fara yfir á rauðuljósi eins og margir hafa. Það var eitthvað slúður það eitthvað tímann. Ég var ekki að fara yfir neitt, ég var ekki að brjóta neina reglu en bara bílinn sem keyrði á mig, hann var í 100% rétti. Ég átti bara að passa mig á bílnum sko. En ég fæ bíl á mig á örugglega 60 eða 70 km hraða og lendi bara þannig að sköflungurinn á mig brotnaði alveg í sundur. Ég lendi á framrúðuna á bílnum, lendi það harkalega á framrúðuna, ég fyrir 10 metra tilbaka. Þú kastast í sömu átt og bílinn var að stefni í? Já, tilbaka, já. Og lendi þar í raun og veru, bílinn beygir frá mér, ég lendi á bílnum, bílinn reynir að beygja frá mér og lendir á bíl sem var fyrir aftan mig á ljósun, beint framan á hann og ég lendi þar einhvern veginn við hliðina. Þannig að ég hefði ekki orðið þar líka á milli sko. Þannig að ég var ótrúlega heppinn bara að ég lendi bara ótrúlega vel sko. Og til að til að segja bara hvernig höggi var, þá eyðilaðist bílinn sem ég lendi á út af því að bílinn skektist, þakið á bílnum skektist þegar ég lendi á bílnum. En í raun og einu sem kemur fyrir mig er það brotnar sköflungurinn, hann brotnar alveg í sundur og löppin fer bara í heilan hring og ég átta mikið á því fyrir að ég ranga við mér að það er eitthvað mikið að löppin vegna sem hún bara snýr vitlaust. Og þetta er raun og verið sett í spínustrik í reikningin þennan vetur. Ég þurfti að liggja í sófa í 3 mánuði sem að getur verið mjög erfitt fyrir íþróttamann. En ég man bara eftir ég setti broskall, ég veit ekki hvort að ég setti hann eða eitthvað setti broskall á hækjunum mína. Ég postaði meira þessari myndi eitthvað tímann á Instagram og ég horfði mikið á hann á broskall og ég hugsaði ég ætla alltaf að brosa í gegnum þetta verkefni. Ég ætla bara að reyna þetta er bara nýtt verkefni, þetta fótbrot. Þetta er alveg það mikið að ég er ennþá að díla við þetta í dag, þetta slís. Ég er ennþá stífur í ökla og funksjón í löppinu minni er ekki alveg 100% rétt. Þannig að verkefnið var rosalega erfitt. Þetta var bara stæðsta æfingasessjón sem að ég hef farið í á minni ævi. Ég fekk reyndar náttúrulega frábæra aðstoð hjá góðu fólki. Ég fekk góðan sjúkraþjálfara sem að tók mig inn á gólfið sín til að hjálpa mér að koma styrk í löpin aftur. Náttúrulega sjálfsögur kærasta mín náttúrulega bara í mig mat í 3 mánuði upp í sófa. Og það var bara, ég lá upp í sófa í 3 mánuði, basically. Fór bara klóstið og that's it, sko. Og væntanlega bara í gifsi, eða ekki? Ég var ekki í gifsi. Ég var tekinn úr gifsi eftir 9 daga til þess að það gifsir raun og veru eitur fyrir vöðuna þína. Það lætur vöðuna að rýrna svo og getur skemmt vöðuna þína líka. Út af því að það takmarkar svo mikla hreyfigetu? Já, bara vöðuna rýrna miklu hraðar þú ert í gifsi. Já, út af það kemur ekkert áreitið á það. Já, og það er raun og veru samt þannig að út af því stíga ekkert í löppina bara fyrstu 10 dagana og bara hurfu vöðunar á löppina á mér. Bara fyrstu 10 dagana. Okay. Þú eiginlega bara horfir á að gerast, bara löppin bara byrjar að rýrna. Út af því þú notar hann ekki neitt. Þú stígur ekkert í hennar og þá áttar á því bara hversu mikið þú notar vöðuna þína í dagstæglegu lífi, sko. Bara lappa upp í skápbónu og þeir í seriós eða hvað sem er, sko. En þú veist, þetta var náttúrulega bara verkefnið að ná styrk í löpin aftur, ná að ríkóvera frá þessu, ná að rétta líkamann af sem hefur reyndar ekki alveg tekist. Það skekkist allt í líkamann, bakið á þeir mjöðminn og þú ert bara hækju standað í annari löpin í ógeðslega langan tíma. Og reyna að vera jákvæður. Þetta var svona, það var mitt mission, að reyna að gera þetta skemmtilegt. Auðvitað var þetta verkefni ekki neitt rosalega skemmtilegt, en ég náði að gera það ágætlega skemmtilegt. Það er örugglega til mikið að myndum að mér á þessum tíma sem að ég er brosandi, ég er að reyna að mastera þetta. Ég fór til Mallorca með hjólreiðafélaginu mínu í æfingaferð páskana þetta sama ár, ennþá báðum hækjunum og mitt markmið á þeim tíma var að reyna að losna við hina hækjuna, að vera bara á annar hækjunni og tók með mér hjól til Spánar eða til Mallorca og hjólaði á svölunum eins og ég gat ekki labbað, ég gat hjólað. Á bara svona treinir? Já. Ég fekk lánaðan treinir að núti og hjólaði á svölunum hálftíma á dag til þess að bara halda geðheilsunni í lagi. Talandi geðheilsuna, þú lýsir æfingum sem svona eins konar geðlyfi fyrir þig? Já, ég oft talaði að
eins og til dæmis bara ég var að tala áðan að þú finnur að þú kemur heim eftir æfingu þegar líður vel og ég held að í 99% tilvika þegar að maður er búið með æfingu þá líður manni vel og ég held að allir upplifa þetta þess vegna var ég að segja að þegar við varum í hjólaþjálfun þá reyndi maður að finna ykkur lausn á því að þegar fólk átt að hjóla rólega til þess að fá það aðeins í gang keyrði maður kannski 30 sekúndur í botni og leiði fólki vel og það er það sem fólk vill í þessu ég fer oft út að hjóla og skrifa á Strava hjá mér minn skamt eða tók út skamti minna af geðlyfum hjólaði síðan heim og ég er ekki kannski að gera lítið úr lyfjum með annað það þurfa allir sín lyf sem að er búin að fá lækni til þess að ráðleggja með það en ég hugsa alveg að einhver tíman á mínu lyfslega hefði þurft einhver ADHD-lyf eða einhver þunglyndislyf eða einhvað hefði ég ekki haft íþróttir vegna þess að mér líður alltaf vel eftir mína íþrótt og sérstaklega í hjólurriðum þá fær maður að fara út á mjög einfaldan hátt og koma heim hress bara síðast í gærkvöldi fór ég út og hjólaði með besta félaga mínum Steinar Þorbjörns og kom heim úr sveitinni miklaður og kom hress heim til mín af hjólinu eftir smáring sem er bara þetta er galdralíf og ég hef verið með læknaði þjálfun hjá mig sem segja bara af hverju er ekki fólk sérstaklega ungir einstaklingar, af hverju er ekki bara hérna er kort í hreyfingu þessi einstaklingu tekur á móti þar og hjálpar þeir að komast í gegnum þessa æfingarútínu og þeir eru eftir að líða betur það mætti gera meira úr því ég held að hreyfing geti bjarga alveg ótrúlega miklu á þess þó að gera lítið úr lyfjums þegar þess þarf ég held að lyf séu oft það sé ekki þörf á lyfjum í mörgum tilvikum Einmitt. Og það er náttúrulega ég held að engin óska eftir því að þurfa að vera á lyfjum þannig að Nei og þeir sem þurfa að lifa bara læknin er búin að segja að maður taka lyf ekki miskilja mig, ég er ekki að gera lítið úr því, alls ekki. En þú hljómar svona eins og ákveðin svona blanda sem maður hefur heyrt af áður, áttir erfitt með nám, lesa, skrifa og finnið þig svona svolítið í íþróttum og sérstaklega svona í aðrar íþróttum, varstu berð eitthvað svona merki ofvirkni eða athyglisbrests svona eins og þetta sem þú talar ADHD? Já, alveg 100% ég geti alveg verið hvað maður segja, vanvirkur líka ég get alveg verið mjög rólegur og latur sérstaklega ef ég er að gera eitthvað sem ég hef ekki gamnað, þá get ég alveg orðið latur ég hef alveg verið í vinnu þar sem ég hef verið latur og örugglega ekki topp starfsmaður út af því það var bara ekkert sérlega gaman en ég hef líka alveg verið í vinnu þar sem það var mjög gaman og hópurinn skemmtilegur og það gengið mjög vel og kannski verið bara pínu ofvirkur ég myndi segja að ég sé alveg með bullandi athyglisbrest það er alveg, þeir sem eru í kringum mig vita það alveg að ég er með athyglisbrest það er alveg á hreinu en ég þarf svo sem ekkert eitthvað aðstoð við það vegna þess að eitthvað lifið því vegna þess að þetta hefur ekkert eitthvað kannski verið að þvælast fyrir mér nema kannski bara á eitthvað svona hlægilegan hátt að gleyma einhverju og ég hef til dæmis ekki verið eins og Jóngnar að gleyma að sækja barnið mitt í leikskóla eða eitthvað slíkt en ég gleymi mörgu og lendi í alls konar skrýtnum atvikum út af skemmtilegum atvikum út af ég kannski ekki alveg að hugsa allt til enda Það er allt bara eitthvað svona frekar krúllett Já, í raun og veru og svo er ég náttúrulega líka rosalega kvatvís sem hefur komið mér í vandræðum mörgu sinnum það er svona, ég ger eitthvað hluti og hugsa síðan ég er búin að gera hlutin það getur endað mjög illa stundum Getur það ekki endað illa líka bara eins og í fjallahjóluröðunum eða? Jú, það getur alveg vel verið að það hefur oft endað ekkert sérlega vel ég hef náttúrulega miljónsinnum dottið á fjallahjóli út af ég hef kannski gert eitthvað sem ég átt að hugsa aðeins betur áður en ég gerði það en maður svona læri það með aldrinum að það er margt sem er hættulegt og viðvörunarbjöllunum er kannski farin að hringja áður en ég gerir hlutin staðan fyrir eins og í gamla daga þegar maður liggur ekki út í runna búin að detta á fjallahjóluna ég hef kannski átt að hugsa þetta aðeins betur
það kannski svolítið svo leys. Það framför að við erum byrjun að hringja fyrir Já, en það er alveg ég er alveg á því að íþróttirnar hafa hjálpað mér alveg gríðarlega mikið með að halda mig á mottunni og ég bara eins og með skólagöngunin sem ég var að segja þér áðan, ég bara fungeraði ekki inn í þessum ramma, veist, ég held að Magnús Skeving hafi einhvern veginn talað um einhvern svona skólaramma sem það er eins og þegar við vorum með hópþjálfun í hjólaþjálfun að þetta hendar ekkert öllum sko. Þú ætti að finna einhvern svona gullan meðalveg í skóla líka, veist, krakkar eru ótrúlega misjafnir, veist, og í dag er ég að vinna með krakka að kenna þeim að sigla, bara krakkar eru með misjafn og þarfir bara hvar sem þeir koma, veist, ég er mjög klár í höndunum en ég er ekkert klár í bókinni sko. Veist, ég kann ekkert að reikna almennilega eða veist, allt þetta basic dóta en ég er ekkert eitthvað engin skóla sérfræðingur en ef ég væri biflavirki þá væri ég mjög góður 100% og það hefur gaman að því. Einmitt, og það snýst svo mikið áhuga að bara sko, þú veist, og ég meina eins og að reikna eða lesa, þú veist, þetta er ekkert annað en bara tími sem þú verð í þetta og bara hæfileiki sem þú þjálfar og æfir. Já. Og eins og þú talar sko, að þú eru í vinnu sem þótt ekki voða skemmtilega og þá varstu kannski vanvirkur og síðan varstu í vinnu sem þú hefði gaman af og gott heimi og þá bara leggur allan fram, en sama eins og þú sagðir að þetta er erfitt með að lesa, en samt þegar þú varst þarna í Frakklandi, þá varstu byrjar að lesa bækurnar Lance Armstrong og út af það var einhver áhugi þín megin, það sem er langað að komast yfir þessar upplýsingar. Já, það sem að mér var kennt í skóla, það var íslensku kennari sem kendi mig það að ef þú hefur ekki gaman að lesa, lest eitthvað sem þú hefur áhuga á, sem er aftur skemmtilegt og ég les til dæmis aldrei bækur sem eru skáldsögur vegna þess að ég veit þetta gerist ekki, ég les rosalega mikið af bókum sem eru heimildabækur, ég les mikið af bókum sem sögum sem hafa gerst í alvörunni, einhverjar hvað maður að segja, morðsögur eða einhverjar hjólabækur, einhverjar íþróttabækur, næringafræði, ég hef gaman að öllu sem er raunverulega til og ég les mjög mikið í dag og hef lært að lesa þokkalega vel út af því að ég fattaði það að lesa bækur sem ég hef gaman að, ég man bara því ég kláraði fyrstu bókinu og ég var útrúlega ánægði með það, bara það var geggjað, en það var bók sem var skemmtileg en allt bækur sem gerðust eða eru raunverulegar. Hefur, út af bara þú ert með svo langan íþróttaferil, ertu með einhverjum svona sérstaklega nálgun á æfingar og mér langar kannski líka að spyrja þannig út í næringun út af þú hlýtur að hafa einhvern, fyrst þú fórst þarna í næringafræði og er búin að lesa þeim það, hlýtur að búin að pæla þeins í því út af þú verður að finna út hvað, þetta er svo mikil stór leikil þáttur í bara þínum árangri? Sko, mín nálgun og hjólreiðar er kannski búin að koma aðeins að því að er að finna svona svolítið hvað henta mér. Ég hef alveg tekið intervöl og ég er svona í seinni tíð orðin miklu duglegri í því að styrkja mig, gera eitthvað annað og einhver tímapunkti var ég að hlaupa mikið, ég held ég ágætis tíma í 10 kilometrum, ég var nú 2006-2007 datt ég í það að vera hlaupari og hjólreiðamaður sem endaði í ofþjálfun eða í meiðslum sem ég var mörg ára jafnað með. Endaði ekki í þríþraut? Nei, ekki þríþraut, ég kann ekki synda almennilega en það er bara mín nálgun á íþróttir æfingar eru raun og veru þú eru örugglega rætt við Sigur Ragnar alls konar djúpa pælingar samband við tölur og annað, það er bara ekki á mínu borði, það er bara, ég er ekki að móti því og er ekki sérstaklega mæla móti því að fólk sé eitthvað að fara mína leið en hver verður bara að finna sinn farveg í þessu held ég, að hvað hendar þér, í dag þá hendar mér bara ekkert að vera að spá í einhverju fatburn-sónum og einhverju svona sem að ég bara hef ekki áhuga á, það er bara ódjúpt fyrir mig, það fer bara ómikil tími í það, ég nota bara tíman í að hafa gaman að þessu og hjóla á fjallahjólinu mínu eða götuhjólinu mínu, það er svona svolítið það sem að eins og ég horfi á þetta en ef einhver er að byrja, einhver ungur sem er að byrja í þessu, þá myndi ég alltaf segja við hann, heyrðu, styrkja sig og hjóla og ekki hugsa of mikið hjólið, sérstaklega þú ert ungur, þú
þú hefur endalaust úthald mjög fljótt, þú verður mjög góður á hjólinu mjög fljótt, en þú verður lélegur í framtíðinu og styrkið ekki. Ok, þannig þú ert í rauninni að benda á bara ákveðna fyrirbyggingu. Já, þú veist þú ert að byrja að snemma, sko, þú veist, það svolítið seint í rassinggripið að vera að reyna eitthvað klóri í bakkan þegar þú ert orðin fertugur að reyna að græja eitthvað, þú veist, það er miklu erfiðar að gera það þannig. En þegar þú segir styrkja, ertu að tala bara þetta hefðbundna, kannski rassvöðar og bakvöðar og það er náttúrulega mikið til vöðar sem bara rýrna niður út af að maður ekki að nýta þá í sportinu? Ég held að svona þeorín sé svo þegar að þú eldist þá rýrna vöðarniðinir. Ég hef lyft þungt á veturnar, þó ég kannski líti ekki út fyrir að vera eitthvað massaðar, þá hef ég lyft þungt á veturnar til þess að styrkja vöðarna mína og teki fáar endurtekningar til þess að stækki ekki vöða nóg mikið, við viljum ekki vera óþungir, sko. Og það hefur hjálpað mér helling, sko, á móti að sjálfsögðu alls konar kóræfingum sem að ég eiginlega í raun og veru konstantli að vinna í. Að við erum með risastóra mottu á gólfinu heima á mér sem að ég ligg alltaf á og að brasa eitthvað, sko, eða styrkja með eitthvað, sko. Einmitt. En svona næringarhlutin, ertu með eitthvað? Já, bara hafragrautur og banani og... Já, hafragrautur hann gett mikið grína mér, ég geti lifa á hafragraut, það ég er mikill hafragrauts aðdáandi, aðalega vegna þess að þetta er bara einfaldur matur sem virkar fínt og ég er með ákveðna uppskrift sem að ég bara borða alltaf á morgnana og stundum meira þess að ef ég er búin að borða góða máltíð í hádeginu þá stundum borða ég hafragraut í kvöldmat. Þannig að það er svona búið að gera mikið grína með það, en með svona hollt mataræði þá er ég bara svona 85% hollur og sleppið mig líka. Ég get alveg viðurkennt það að í gær fór ég og fekk mér hlaupabát. Það bara gera ekki oft, en mér finnst hlaupabátur góður og maður getur alveg trýta sig líka með ykkur óhöllu, eða er ekki í hvert mál. Svo reyni ég að borða rétt kannski, að borða þessi næringarefni sem ég þarf og nóg mikið, það getur gleymst að borða, sérstaklega ef maður er upptekinn að þegar þú ert að brenna upp í 5-6 þúsund kaloríum á dag, þá þarftu bensín. Bíllinn fær ekki langt ef hún myndir ekki fara á bensínstöð reglulega, þannig að þetta er bara sama með okkur, við þurfum kaloríur. Já, og þú ert náttúrulega líka í sporti þar sem að þú ert að verja miklum tíma á hjólinu, ég meina þú getur verið svo lengi, eins og þú getur ekkert hlaupið svona lengi eins og þú, eða jú, það er alveg hægt, en fyrir einn venjulega mann, þú ert að klukka hátt upp í 20 klukkustundir á viku á hjóli. Já. Ég meina það er kringum 3 klukkutímar á dag. Já, það er og því fylgir náttúrulega bara að við þurfum að tróða svolítið vel í okkur og á einhvern tímapunkti þá þarftu að borða eitthvað sem er kannski ekki eitthvað sérlegaholt. En orku mikið. Sko. Þú hefur ekkert endalega stöðlist stundum á haustin, þá er maður bara búin að fá ógeðið að borða. Þegar maður tekur svona, hvað maður að segja, svona off-season eða bara svona smá pásu, þá er maður bara algjörlega búin að fá ógeðið að borða. Sem er náttúrulega halda áfram að borða og verða feitir, sko, en sem er líka allt í lagi. Það er í góðu lagi að verða pínu þéttur líka og sérstaklega fyrir íþróttamenn að fá aðeins svona utan á sig í svo off-seasoni til þess að vera klárir bara í veturinn, sko, en svona í grunninn þá borða ég hollt, en leyfi mér alveg að fá mér, ef þú sérð mig á hamborgarabúlunni eða á hlölla, þá er það ekki algengt, en það gerist alveg. Ég leyfi mér alveg óhollt og sérstaklega núna í seinni tíð þar sem að ég nú bara hafa gaman að þessu enn og aftur. En ertu, eins og þú talar að fórst þarna í off-þjálfun þegar þú byrjar að hlaupa með hjólunum, ágætan tíma í 10 km, þú var að koma með mínútur og sekundur hérna? 36 eitthvað, 36-28 held ég. Já, segur maður. Já, það var bara fyrsta hlaupið mitt, sko. Hæ? Já. Fyrsta hlaupið, svona keppnislaup? Já. Ok. Og ég hef bara hlaupið held ég 3 sinum 10 km í keppnislaupi. Ok, almennilegt. Já. En, býtu, fór tíminn lagari tími í seinni hlaup? Nei. Hann vestnaði tíminn eftir þetta fyrsta hlaup þá gerist eitthvað í vinstri löppin á mér og ég bara eiginlega í raun og veru ennþá í dag, þetta er 2006, en ennþá í dag eitthvað svona tauga ertings eitthvað sem að ég veit ekki alveg hvað er, sem ég bara ignorað
Þetta ég var búin að eyða svo miklum peningum í að reyna að finna út í hvað það var. Og finnur ekki fyrir þessu á hjólinu? Nei, ég bara spá ekki í þessu lengur. Okay. Ég brauta mér hægri löpin að fór að spá í því bara. Já, einmitt, það kannski hjálpa til að hugsa bara það. Já, sennilega. En þú talar að fórst í smá ofþjálfunar ástand þarna, tengdist það eitthvað, heldur það hafi bara verið æfinga álægið eða varst að borða vitlaust eða og eins og þú segir það er ekki mikilvægt en það er mjög gott að vera léttur í þessu. Þá getur það kannski leitt til þess að fólk er bara að vísvitandi að borða ekki nóg bara til þess að létta sig. Ég held að sé mjög algengt að þeir sem eru í íþróttagrein sem að tilhneigin er til þess að vera þú átt að vera léttur að þeir byrja að borða of lítið kannski borða alveg nægilega mikið en borða of lítið af næringu. Ég held að það sé kannski munurinn, þú borðar eitthvað af kaloríum og kaloríurnar eru of mikið af einhverju drasli en þú þarft meiri næringu. Á þess að ég sé eitthvað sérfræðingur í þessu, þá held ég að það sé vandamálið að næringin fyrir að vera of lítil og þá fyrir að fara meðslin að rjúka upp held ég. Og ég held að þetta hafi verið svona samspil hjá mér að ég var að æfa of mikið og ég æfði hjólreiðar eins og næstuði eins og atvinnmaður í hjólreiðum og æfði hlaup eins og ég bara sá bara hlauparnir hvað voru að hlaupa og ég bara hljópa eins og þeir sko. Bætti því bara við? Ég bætti því bara við sko. Hjóla upp á mótnana og hjóla á kvöldin og endaði bara í krassi sko. Ég fann það alveg fyrir þetta hlaupa ég var farin að dala pínlítið sko. Þannig að ég held að það sé ég held að ég hafi bara ofgert mér á þessum þremur sviðum þessum tveimur sviðum, eftir of mikið og borða vitlaust. Já, það er ekki góð blanda Nei, ég held þetta kannski ekki verið beint ofþjálun, ég held að ofþjálun sé svona eitthvað sem að við séum að nota mikið, maður heyrir eitthvað sem að æfi 5 tíma í viku og bara ofþjálfast, maður er svona dregur það pínlítið ef að hann hafi náð að ofþjálfa sig sko. en örugglega hægt sko. En ég held að ég hafi bara ofgert mér, kannski kallast þetta ofþjálfun þarna. Einmitt, og síðan er líka bara náttúrulega viðmið fyrir mismunandi eftir hverjum á einum sko. Þú er náttúrulega búin að byggja upp svo rosalega tolerans sko, þannig þú ert að bæta við svo stórum skamti til þess að lendi í ofþjálfun. En einhver sem fer beint upp á sófanum, hann getur alveg ofþjálfast við alveg potið sko. Einhver vandamál sem að gerast hjá einhverjum sem að hafa ekki hreyft sér neitt og fara fullt við sjáum þetta náttúrulega í hjólreiðunum líka, fólk bara brennur upp allt í einu. Já. En núna þegar að þú ert búin að ná Íslandsmeistaratitlinum aftur í götu og fjallahjólreiðum. Ég er þetta mista hann aftur núna 2021. 2021, er það búið? Það er búið núna, Íslandsmóti, já. Í götu? Já. Nú, ok. En sko, í þess að ætla að spyrja, Íslandsmeistaramóti í fjallahjólreiðum, það er ekki bláa lónstrautin ennþá? Nei, það er bara sérmót, sko. Það er 2 Íslandsmóti í fjallahjólreiðum. Það er Íslandsmóti í ólympískum fjallahjólreiðum sem eru á ólympískum fjallahjólreiðum? Já, sem eru á takmarkaðri braut sem er bara braut eins og til dæmis bara Öskjuhlíðin sem er bara hringur sem er tekinn 5-6 sinnum tæknilegt og er kannski bara 1,5 klukkutími. Ég held að reglurnar séu þannig að þú verður að hafa þetta 1,5 klukkutíma. Maraþonhjólreiðar þurfa að vera að lágmarki 60 kílómetrar sem gæti verið það hefur síðustu ár hefur Íslandsmóti í maraþonhjólreiðum verið Vestugatan sem er haldin bara samhliða hlaupaháttíðinni á Vestfjörðum. Það eru reynda bara 56 kílómetrar en það hefur verið slætað í gegn sem Íslandsmóti í maraþonhjólreiðum og það getur verið bara einhver eitt stór hringur eða hringur sem þarf að vera lágmarki 20 kílómetrar sem getur verið tekinn þá 3 sinnum. Og þessi Íslandsmóti eru bæði eftir. Ok. Serðu fyrir að lengja þess í keppnum núna eftir að fórst á þetta gravel mót úti? Ég held að kannski ég fari bara lengja í áskorunum á sjálfa mig. Ég er með ákveðna hugmyndir í hausnum eins og til dæmis ég sagði þér ég hjóla eitthvað tíma til Akureyrar. Það var bara búið blund í hausnum á mér heilengi og ég bara lét verða því og þetta var svo óskipulagt að þegar ég var að renna niður Öxnadalsheiði þá var ég hringi í kærustunum mína að Maríu og láta hana bóka gistingu fyrir mig. Því ég var náttúrulega komin kólnaða myrkur og það var sérst að hausti til síðsumars og það var orðið kólnaða myrkur og ég var náttúrulega bara komin á Akureyri, ég vissi ekki neitt sko. Ég var ekki með gistingu og hún var að gera gistingu svo náttúrulega bara kem ég á gistiheimilið og það var mitt kem ég inn á Akureyri og dett bara beint á djammið á Akureyri og þegar klukkan var það margt þannig að ég datt aftur á Hlölla datt inn á eitthvað gistiheimilið þar og svo bara
leggst ég upp í rúm og þar að retta mér heim sko. Og það var náttúrulega bara flug daginn eftir og daginn eftir vaknaði ég og ég náttúrulega bara í hjólafötum, ég bara ekki með neitt, ég bara alveg óskipulaður og ég fer í ykkur íþróttaveruverslun þarna. Það var sem sagt tilboð á inniskóm, einhverjum svona Nike inniskóm og sund bakpoka með skónum sem fylgdi frýtt með, þannig að ég keypti inniskó til þess að geta fara út í bakari, ekki á hjólaskóm og verið í flugvélinni í venjulegum skóm. Svo hjólaði ég bara út á flugvél þegar flugvélin átt að fara, hjóli í flugvélina í hjólagallanum og heim. Vel gert. Þetta er það sem að heilla mig skóldi og þetta er eitthvað sem að ég á sennilega eftir að gera meira af, eitthvað svona spontant vesen. Já, bara áskorunir, eitthvað fara eitthvað og ekki endilega einhver mælt braut eða eitthvað. Nei, bara eitthvað svona, ég man ég bara að hugsa þarna á leiðinni, bara hvað er ég að gera, veist, hvað rugl er þetta eiginlega. En veist, svo eftir að þetta bara geggja sko. Veist, ég er með alveg ákveðnar hugmyndir að hjóla yfir Hálendi í einum rykk og hjóla Vestfjarðarhringinn í einum rykk. Hann er búinn að skora með miljónsinnum að hjóla í kringum Ísland í einum rykk, en ég svona hef semi áhuga á því. Já, ég ætlaði að mynda að spyrja út í það er náttúrulega Cyclothoni býður líka upp á að fara solo. Já. Ég veit ekki alveg með það. Hvað fannst þér Chris Burkhardt hann sló ekki metið hans eða núna? Nei, hann á ennþá metið. Chris Burkhardt er búinn að gera nokkuð verkefni sem er mjög áhugaverð, bara mjög áhugaverð. Já, hjólaði náttúrulega yfir Hálendi núna. Hjólaði yfir Hálendi og hjólaði líka yfir Hálendi síðasta sumar, sem sagt frá austur til vestus, svo er búinn að hjóla norður til suðurs að vetri til. Ég er alveg til í að hjóla mitt næsta mission sem í hausnum á mér er norður til suður á fjallahjóli í einum rykk, án þess að stoppa. Já, án þess að stoppa? Já, ekki með neinu stoppi. Ég myndi samt vilja vera með matarsupport til þess að geta verið léttur á hjólinu, til þess að vera ekki með farangur með mér. Þannig að ég þyrfti að vera með eitthvað svona semi-support á leiðinni. Ég myndi ekki vilja að vera bíll með mér, en ég var alveg til í að vera eitthvað sem að væri með drykkjarstöð eða hvað getum kallað. Hvað þýðir að ekki stoppa? Ég meina, þú myndir alltaf vippaðar á klósettið og bara eins og því ég hjólaði á Akureyri, það er non-stop í raun og veru, en ég stoppa í öllum opnum sjoppum á leiðinni til þess að fá mér að borða sko. Já, ok. Þannig að það er svona, það var kannski svona unsupported innan gæsilappa. Ég myndi að fer inn í sjoppu og fæ aðstóð þar í sjoppunum sko. Já. Við að borða sko. En svo er önnum mission sem ég er með sem að ég er alveg til í að klára, sem er ekki keppnismission, sem er bara áskorun að sjálfa mig. Er ekki smá líka bara erfitt að eftir öll, já, nei, við erum nú eiginlega búin að svara þessu, en bara svona að þessi mission séu byrja að heilla frekar heldur en eitthvað herja á Íslandsmeistaramótið aftur enn eitt árið. Ég meina, kannski það er spennandi fyrst að taka þátt og einhver svona keppni, en síðan þú gerir þetta svona ofta, get ég trúið að það sé kannski erfitt að mótivera sig gegnum heilt season og 1. febrúar í viðbót til þess að ná einhverju úr sér á Íslandsmóti í götuhjóluröðum eða fjallahjóluröðum. Ég held að þú þurfur að bara byrja að finna aðrar ástæður. Sko, það sem við erum kannski með svona pínu sérstöðu í að við erum alltaf að keppast í öllum greinum. Við erum í götuhjóluröðum, við erum í fjallahjóluröðum, við erum í gravel, við erum í sumir eru meira í þríþraut líka. Þú veist, þú tala bara Íslendingar. Já, Íslendingar. Og það fer bara hver einasta helgi í þetta. Og svona þegar að maður er komið með fjölskyldu og já, barn og úlinga, þá vill maður kannski gera eitthvað annað helgar. Maður vill eitthvað, fara eitthvað. Fara aðeins út úr þessum hjólaramma. Maður finnur það bara þegar það er fríhelgi, þá bara, hvað er næs maður að geta átt hérna. Út af því að ef það keppna á laugardegi, þá er föstudagurinn óundur og sunnudagurinn stundum líka, sko. Þú fer ekki útilegu á sunnudegi, eða þú fer ekki útilegun á laugardegi út af því að það er keppna á laugardeginum og allir þreyttir og bugaðir eftir keppnina, sko. Þannig að ég kannski lít pínlít á það þannig í dag að ég vil fara að fá frí helgar. Ég vil fara að geta gert eitthvað annað heldur en að stunda íþróttina, mæta á Íslandsmót eða, mér finnst orðið, ég ætla ekki að segja meira valjú, mér finnst orðið mikið valjú í því að geta farið eitthvað helgar, eða gert eitthvað helgar. Annað heldur en að vera að stefna okkur að keppni og passa sig að borða rétt vikuna fyrir og hvíla sig og eitthvað. Já. En það er reyndar, svona ég tala nú aðeins að við séum að blanda okkur í alls konar greina, þá reyndar bestu hjólreiðamenn í heimi í dag
ungir gaurar sem eru í öllum greinum. Það? Já, og sem mjög einstakt. Þeir eru held ég 3 og þeir eru í 3 eða 4 hjólreiðagreinum sem að þeir eru jafnvel heimsmeistarar eða í toppbaráttu í öllum þessum greinum. En eru það þá svipaðar að kannski upp á lengd að gera? Nei, það nefnilega málið að til dæmis sá sem að var í gulutreyjunni í Tour de France þangað til bara núna helgina, hann heitir Mathieu van der Poel. Hann er heimsmeistari í cyclocross sem að enn einn greinin í þessu, sem raun og veru eins og fjallahjólreiðar á racer með ekki alveg grafildekk á svona lítilli braut. Þetta alveg og mjög stutt keppni, þetta bara 40-50 kannski klukkutími, eitthvað svo leys, mjög hröð keppni, þarf þetta ekkert úttalt, þarf bara mikinn kraft. Hann heimsmeistari því, hann líka toppbaráttu í fjallahjólreiðum sem eru þá 1,5 tími og hann líka keppast í einstaks skötuhjólreiðakeppnum sem eru upp í 300 kilometrar. Þannig að hann alveg bara með ótrúlega vítt svið í getu sem eiginlega bara ótrúlega magnað, og svo eru 2 aðri gaurar sem eru líka orðnir svona góðir í öllum þessum greinum. Sem bara hefur aldrei gerst áður sko. Eitthvað sem hefur verið svona góður í fjallahjólreiðum og svona góður í götuhjólreiðum líka. Ok, þannig að það bara ekki gerst áður í sögunni? Nei, og þetta svo rosalega misjæft, eða mismunandi greinar. Þetta í raun og veru eins og að þú væri góður í 100 metra hlaupi og góður í marathon á sama tíma. Þetta næstu eins og þetta líka þessu alveg saman sko. Ég hefði haldið einmitt að þetta væri, eða kannski fyrir einhvern bara utanakomandi þá þetta bara, nei, þetta bara gæjar á hjóli, þetta bara allt sama. Já, þetta ekki svoleið sko, og þetta bara eins og í hlaupunum, þetta 100 metra hlaupari bara, hann klárar ekki marathon sko. Nei. Og marathon hlaupari, hann 20 sekundur að fara 100 metra eða ég veit ekki hvað það Einmitt. Ertu ekkert heitur fyrir svona stage raceum eða eins og hefur átt á Icarus myndina? Já. Þar, hvað heitir raceið sem að hann fari í sem svo Tour de France fyrir amatjöruna? Hvað heitir þetta? Tap de Tour, þetta eitthvað Tap de Tour, þetta bara svona amatörkeppni. Nei, jú, alveg eins sko. Mér finnst það svo skemmtilegt, þetta amatörkeppni en samt allir grjótarðir sko. Alveg gríðarleg keppni. Þetta og þú sér það að hann fer þá vegulega að hann vill pröfa með samþykki að dópa sig fyrir þetta, skilur við. Með samþykki? Með að gera heimildamyndu það, hann þarf að fara í þessa amatörkeppni ef ekki að segja edru eða clean. Já. Og síðan dópa þér. Já, þess að 2 mismunandi ár. Já. Ákveður að bomba á þetta í 1 árið og taka síðan 1 ár þar sem hann að dæli í sig alls konar eitri og tekur síðan þátt aftur árið setna. Já. Og ætla að gera heimildamynd það en hún snerist upp í eitthvað allt annað. Eitthvað sem bara, þeir sem ekki séð Icarus ættu að horfa á hann. Já, geggjuð mynd. Bara líka magna bara því miður sem svona lýsir pínlítið hvernig margt í þessu kerfi ég held þetta með að langt flestir Íslendingar og eiginlega bara allir Íslendingar, ég get nánast fullir það sem á hjólamótum eru ekki að nota neinn efni sko, og ég held þetta sé ekkert eitthvað sérlega mikið vandamál þannig séð sko, en ég held þetta sé ekkert endilega einskorað við hjólreiðar þetta sem þessi heimildamynd fjallar þessa dópneyslu eða ólögleg hvað maður að segja, efnis til þess að koma þér hraðar. Sé í langt flestum íþróttum einhvað svona sem að menn nota til þess að koma sér hraðar. Einmitt. En hann fer þarna í þetta stage race eða ekki? Hann fer í þetta og á lakari tíma full dópaðir. Já, einmitt. Það sýnir líka bara hvað eru marga breytur í þessu. Já, það náttúrulega bara það sem að þetta máli snýst breyturnar eru svo miklar. Já. Þú getur sprengt dekk og þetta bara eins og ég sagt oft við fólk sem hefur verið að stefna á þríþraut að ekki gleyma að læra að skipta dekk, vegna þess að ég hef heyrt marga sem hafa eitt gríðarlegum tíma til að bæta sig 1 mínútu í hlaupi og 20 sekundur í sundinu og verða aðeins betur á hjólinu, svo sprengið að dekk og eru kannski 20 mínútur að skipta dekk. Meinar. Og þá æfðið í að skipta dekk í 3 sinnum, þú búin að bæta þig kannski
19 myndir að skipta dekk bætingin það mikil sko. Þarf maður alveg að kunna þetta, eins og þú bara í keppnum hefur þurft að skipta dekk í meiri keppnum? Nei, sko það hefur oft sprungið hjá mig sko. en þá ertu nú bara búinn, eða ekki alltaf sko. Ég hef sprengt dekk í keppni og verið með bíl með mér sem hefur verið með gjörð í götuhjólakeppni og hann hefur rétt með gjörð, sett hann undir og haldið áfram, náð hópnum og jafnvel unnið keppni. Okay. Ég hef reynda mjög sjaldan sprengt í götuhjólakeppni sem betur fer og en ég hef sprengt oft í fjallhjólakeppni og það er annarkvort bara verið nýslanga í eða bara hætta. Já. Bara annarkvort, stundum með bara tekur þetta ólangan tíma að græja, stundum með bara ómikið vesen. Þú veist, maður er á fjallahjóli eina hálfa mynd að skiptum slöngu ef maður er að flýta sér. Já, ok, það er ekki lengur en það. Og stundum fljótar en það. Þú ert á væntanlega góður í því. Já, ég er alltaf búin að vinna við þetta í mörg ár, þannig að ég er mjög góður í því. Það er ekkert allir eitthvað, þetta er bara svona 60 sekúndur sko. Og svo í raun og veru tæknin í dag er orðið það góða, við erum í raun og veru með svona plugg sem við pluggum í dekkin til þess að dekkin er ekki með slöngu, þau eru með vökvæn í dekkinu. Þannig að vökvinn á að fylla í gatið, en ef gatið eru stórt þá setjum við bara, þetta er bara svona píla sem við skjótum inn í dekkið og loka gatinu. Býtu, þannig að inni er vökvi, þannig að dekkið í rauninni springur aldrei, það í rauninni gatið lokast sjálft. Á að gera það, en stundum getur gatið orðið stórt, þá ertu með bara í vasanum bara pílu sem er í rauninni bara svona gummipíla sem þú skýtur inn í dekkið, bara lemur inn í dekkið og bætir síðan aðeins loftið í. Þá nær vökvinn að loka gatinu almennilega. Já, þannig að þú þarft í raun að pumpa upp til að ná þrýstingum. Já, og það er alltaf smá þrýsting. Það er svona nýjasta, það er svona tæknin í fjallahjólurum er að ef kemur gat á dekki þá yfirleitt nær að fyllast með þessum vökva, en stundum þarft að plugga með pluggi. En þá er líka bara dekkin orðin rándýr eða ekki? Þetta er miklu dýrar heldur en slöngudekk. Þetta er allt í stísu, þú ert komin á ákveðið level, það er svolítið svoleið sko. Það er svolítið lenskan í dag, að vera á dýrum reisaðir og Já, en eins og ég segi, þú þarft ekkert að vera á dýrum græjum, þú veist, það er svo sem bara partur af sportinu er að stúsast í græjanum líka, þú veist, og ég virði það alveg hjá þeim sem vilja gera það, sumir hjóla lítið og eru bara í græjanum og ég meina, það er fullt af fólki sem hefur áhuga á bílum eða hvað sem er og er bara að bóna bílið sín, sko, þú veist, fer ekkert á Porschinu þínum að keyra á 200 km hraða á Reykjanesbrautinni, þó eigir Porsche sem getur það, en þú hefur alveg gríðarlega áhuga að halda bílinu þínum flottum og kannski kaupa nýja felgur eða hvað sem er sko. Það er bara skemmtilegt með þetta sport, það er þetta eins og þú stælum, það er þetta customæsa hjólinn og bara fólk fær svo mikið blæti fyrir bara að eiga nýjustu græður, alltaf hvort sem er bara hlaupaskór eða hjól sko. En svo er það bara líka, svo er náttúrulega einhverjir sem eru að reyna að bæta sig með einhverjum glórulausum triksum eins og að létta hjólaustum 100 grömm og eða miklum peningum í það eða gera eitthvað svoleiðis kúnstir og geti alveg hort á sjálfan sig og hugsa, ég geti bætt mig þessi 100 grömm á 5 mínútum sko. Eru 100 grömm þarna sem eiga að fara af? Já. Það er margir sem er í þeirri glóríu sko. En ef þú hefur áhuga á því og það er bara þitt áhugamál, þá bara verið það alveg. Það er líka gott fyrir hjólabisnissin. Já, nákvæmlega. Hún fagnar því. Herðu, Hafsteinn, ég er bara þakka að kella fyrir að koma á og segja þína sögu. Þetta er geggjað, maður þarf að pröfa, ég held að hjólreiðarnar séu mjög gott einmitt sko líka crosstrain við hlaupin upp á bara að vera ekki alltaf í þessum höggum sko. Já, við sjáum alveg bara að það er alltaf fleiri og fleiri hlauparar að nýta sér hjól til þess að bara fá mjúka æfingu. Bara mjúka hreyfingu og ég held að það sé bara gott með öllu til þess að auka úthaldið. Hjólið fer vel með mann, það er lítið að meiðslum í þessu þó að ég hef kannski talað svolítið mikið meiðsli hjá mér en ég er búin að detta 1.000.000 sinnum, búin að brjóta fullt af beinum út að ég hef dottið og þá kannski þess vegna sem að maður er að meiðast en hjólreiðar sem mjúk íþrótt með eitthvað öðru er bara geðveik sko. Já, og ég tala nú ekki þegar við vorum hann í Öskjuhlíðinni, bara geggjað að vera út í náttúrunni og fá ferskt loft og við eigum fullt af stöðum sem eru frábærir. Öskjuhlíðin er mjög vanmetin, það er bara frábær staður, Heiðmörkin og allt þetta í kringum okkur sem að fólk bara veit ekki af. Einmitt. Það er bara að pröfa. Kaupa sér hjól og fara út. Já, ekki spurning. Hafsteinn, gaman að tala við þig, takk fyrir að koma. Takk sem leiðis.